Rio Tinto Alcan sem færir þér kryddsíldina. Komið þið sæl og blessuð. Enn á ný bjóðum við ykkur velkomin í okkar árlegu kryddsíld þar sem við verðum að mestu leyti hefðbundin og næstu 2 tímana gerum við upp gamla árið í máli og myndum í alvöru en líka á léttu nótunum. Forystu fólk flokkana nú að koma sér fyrir hérna við hringborðið ásamt Kristjáni Má Unnarsinni fréttastjóra. Nú síðast en ekki síst kynnum við val fréttastofu Stöðvar 2 á manni ársins. En klukkan tifar, það strax farið að ganga á þá 10 tíma sem enn lifa af árinu 2011. Við gefum Kristjáni Má orðið og ég má nú til með Kristján Már, ef mér misminnir ekki, þá held ég að það sé nú að gerast í fyrsta sinn í kryddsíld að konur, sýnilegar konur hér í myndveri eru fleiri en karlar og það hefur ekki gerst áður. Nei, við höldum að það hafi ekki gerst áður. Það reyndar vantar eina konu, Jóhönnu Sigurðardóttur, forsætisráðherra. Hún ennþá í ríkissjónvarpinu að taka upp áramótaávarpið, en við vonum að hún verði komin eftir kannski 20 mínútur, 30 mínútur, það verður bara komið í ljós. Og með þér þá eru konur í meirihluta. Það reyndar varð önnur breyting nú bara rétt fyrir hátíð því að við áttum von á því að Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, yrði með okkur. En hann forfallaðist á síðustu stundu, það umgangspest sem heyrir á hans heimili og hann var líka fórnarlamb hennar. Þannig að Ólafur Nordal hljóp bara í skarðið á síðustu stundu. Nú, svo Margrét Tryggvadóttir fulltrúi hreyfingarinnar, þannig að það verða 3 konur við borðið. En hún hefur reynda verið áður með okkur í kryddsíldinni, einu sinni áður fyrir 2 árum. Þú ert að koma í fyrsta sinn til okkar. Já. Sigmundur Davíð, formaður Framsóknarflokksins, hefur verið 2 ár, þetta hans 3. sinn. En þú ert nú sennilega meðtæfinn, Steingrímur, þú ert að koma hingað í 14. sinn í kryddsíldina. Já, það talið að það sé svo ef við munum þetta rétt saman að það sé síðan 1998 sem ég hef mætt hér árlega. Já, þú ert búin að lifa af þér 4, 5 sennilega formenn Framsóknarflokksins, 3 sjálfstæðisformenn og kannski 3, 4 í Samfylkingunni. En við skulum bara vinda okkur út í pólitíkina. Þú varst að koma að Bessastöðum, þetta búið að vera óvinnu viðburðaríkt ár í stjórnmálunum og það nánast endar með hvelli. Fólk spyr sig núna þegar við hlýðum ummæli eins og Jóns Bjarnasonar. Hann getur ekki einu sinni svarað því hvort hann styður ríkisstjórnina. Þú misstir 3 þingmenn á kjörtímabilinu og það óvissa jafnvel fleiri í þingflokknum. Hefur þessi ríkisstjórn starfhæfan meirihluta eða þetta rauninni minnihluta stjórn sem þarf að reiða svo hlutleysi svona í hverju næsta máli? Já, við erum meirihluta stjórn og við hefum engar vísbendingar komið annað. Það hefur enginn gefið neitt annað upp í þingflokkum að það sé óbreytt staða. Já, en menn verða nú að hafa skilning á því þegar fjölmiðlar eru að herja á Jón Bjarnason á erfiðu kvöldi þegar við erum að afgreiða þessar breytingar sem alltaf eru viðkvæmar. Verður ekki undan því vikist og það ekki sanngjarnt að sækja að honum eins og þar var gert og Jón gaf ekkert annað í skyn heldur. Að sjálfsögðu hefur engin breyting orðið á málefnagrundvelli þessara ríkisstjórnar þó að mannabreytingar verði og einhverju leyti verkaskipting. Þannig að það engin efnisleg málefnaleg tilefni til þess að verði einhverja skyndi breytingar á viðhorfum þingmanna til hennar. Enda höfum við ekki ástæðu til að ætla neitt slíkt. Þetta auðvitað búið að vera erfitt, það rétt, það búið að reyna verulega á og það hafi ekki allir treyst til þess að halda förinni áfram með okkur en við látum ekki deigan síga eins og nýjustu atburðir bera með sér. Við erum að endurskipuleggja þessa ríkisstjórn og stokka upp verkefnin og horfa núna til þess sem eftir lifi kjörtímabilsins og hvaða mál eru þar mikilvægust og setja þau kannski í meiri forgang eins og atvinnumálin, efnahags- og atvinnumálin, umhverfis- og auðlindamálin og aðeins að endurraða mannskapnum. Þetta er gert með reglubundnu millibili í ríkisstjórnum. Þetta er í 4. sinn sem breytingar verða mannskap í þessu stjórnarsamstarfi frá því að við hófum störf sem minnihlutastjórn 1. febrúar 2009 og núna væntanlega svona loka hrinan í slíku. Þetta tengist auðvitað þeim áformum endurskipulagningu stjórnarráðsins í áföngum á kjörtímabilinu sem við lögðum upp með og eru skrifuð inn í okkar samstarfsyfirlýsingu. Og mér finnst þetta sína og það mun sína sig að þetta er endurskipulagning á ríkisstjórninni sem styrkir hana í framhaldinu. Já, það eru svakalar yfirlýsingar sem eru að koma. Til dæmis frá þínum flokksmönnum í Norðurlandi vestra. Það talaði valdníðslu, aðför Samfylkingarinnar Vinstri grænum og Jón Bjarnason var nú ekkert penn í þinn garð í gær.
Nei, þetta voru breytingar sem voru erfiðar í báðum flokkunum eins og langur flokksráðsfundur Samfylkingarinnar bar líka með sér. Þetta er alltaf erfitt. Þetta eru viðkvæmir samningar milli flokka og jafnvægið svona viðkvæmt og menn eru mikið að máta það saman annar flokkurinn að fá meir út úr því en hinn og síðan er það því miður þannig að það er óumflýjanlegt að þegar það kemur að mannabreytingunum þá eru þær erfiðar. En það er nú þannig fyrir okkur sem erum í stjórnmálunum, við verðum að horfast í augu við það að það er hluti af okkar veruleika, að það geta óvænt orðið breytingar á okkar högum. Og það liggur í eðli stjórnmálana. Við erum stétt sem þarf að endurnýja umboð okkar reglubundið og það geta alltaf komið breytingar. Og við verðum að hafa það í huga og við eigum ekki að fara í stjórnmál ef við erum ekki undir það búin. Við verðum alltaf að hafa það í huga að það geta komið upp aðstæður sem kalla slíkt fram og þá verðum við bara að takast á við það og lifa með því. Og þessi embætti ekki þarna til þess að einhverjir nafngreindir einstaklingar sitji í þeim eins lengi og þeir vilja aldur og ævi. Það er ekki þannig og þá er enginn rétt í þeim efnum. Við tökum af okkur ákveðin hlutverk fyrir okkar flokka sem okkur er trúað fyrir og það er í höndum þeirra að taka þessar ákvarðanir. En þessi persónulegi þáttur verður auðvitað alltaf viðkvæmur. Það verður ekki undan því vikist. Það þekki ég af langri reynslu. Og þess vegna reyna menn að hafa þetta svona, ekki tilviljun hvernig unnið er að myndur ríkisstjórnar eða breyting á henni, að fyrst ganga menn frá málefnunum og afgreiða það, aðskilið frá því að velja síðan menn í trúnaðarstörfin. Því það verður að gera síðast og er alltaf viðkvæmt og vandasamt og ég hef fullan skilning á því að stuðningsmenn Jóns Bjarnasonar eru auðvitað ókáttir margir með þetta. Hann á sér öflugt bakland í sínu, ekki síst á sínum heimaslóðum, hefur staðið sig mjög vel og vissulega eftirsjá af honum sem og Árna Páli Árnasyni sem er atorkusamur stjórnmálamaður enda hefur þetta ekkert með þá sem persónur að gera. Þetta eru ákvarðanir sem stjórnarflokkarnir hafa tekið, tengjast þessum verkaskiptingum og eru til þess fallnar að styrkja ríkisstjórnina í framhaldinu. Er það eitthvað skoðun? Er þetta til að styrkja ríkisstjórnina? Augljóslega var þetta bara endalaus öfugmæli að ræða og það er allir hættir að trúa þessum leikritum sem eru sett á svið í hvert skipti sem að verða einhverjar svona hræringar hjá ríkisstjórninni. Það hafa allir vitað það í þinginu mjög lengi núna að Samfylkingin sérstaklega vildi losna við Jón Bjarnason. Það hefur ekkert verið neitt leyndarmál. Þau hafa verið mjög hörð í því og orðið mjög óþreyjufull og það hafa verið gerðar nokkrar tilraunir til þess. Menn vita það líka að Jón Bjarnason er í hluta Vinstri grænna sem að er kannski búin að vera svolítið upp á kant við flokksforystuna eða restina af flokksforystunni og að lengi hefði staðið til að reyna að koma út. Og eins og ég segi það hafa verið gerðar tilraunir til þess. Jafnframt hafa menn vitað það að það væri ekki allir í ríkisstjórninni sátti við Árna Pál Árnason. Ekki hvað síst vegna þess að hann er sá ráðherra sem að helst hefur sýnt tilburði til þess að hafa einhvað samráð með stjórnarandstöðunni. Æsumálið var auðvitað gott að mynda, en líka til að mynda þegar við kynntum efnahagstillögur daginn. Hann var eini ráðherra sem að tók þeim mjög svona af opnum huga og vildi að minnsta kosti ræða þær og hefur verið gagnrýninn á stefnu stjórnarinnar. Þannig að menn vissi alveg í hvað stemdi. Tilraunin var fyrst gerð í byrjun desember eða í kringum mánaðamótin nóvember-desember. Gekk ekki upp þá. Þannig að menn ákváðu það að bíða þangað til að þingi væri farið í frí og láta þá reyna á það hvort að hægt væri að koma þessum ráðherrum út. Og þegar sagt er að þetta sé nú bara einhvað sem að sé leiðilegt að menn þurfi þarna að víkja en hafi ekkert með stefnu að gera, þá er það þetta algjör öfugmæli líka. Þetta hefur snýst ekki neitt annað en stefnu og persónur. Persónu Jóns Bjarnasonar og þá stefnu sem hann hefur talað fyrir og svo Árni Páll hins vegar. Það hefur líklega gerst einhvern tímann áður að menn hafi verið látnir víkja úr ríkisstjórn fyrir að fara gegn stefnu síns flokks. En Jón Bjarnason er líklega fyrsti maðurinn sem er rekinn úr ríkisstjórn fyrir að standa fast á stefnu eigin flokks. Það var einmitt málið. Hann var alltof harður á stefnu Vinstri grænna og ekki tilbúinn til þess að fylgja Samfylkingunni á þeirri leið sem að þau voru á. Þannig að það verið ákveðið að þvinga þetta í gegn, farið í þessar viðræður við hreyfinguna sem að Margrét náttúrulega þekki betur en ég. En það er nú ekki viss, þú þekkir mín mál betur en ég þannig. Já, oft hefur það nú reist þannig. Þú þekkir örugglega mál Margrétar líka betur en hún. Ég hef betur getað útskýrt málhaldir en þú sjálfur. Ég veit ekki eftir það. Nei, það er tilsvert. En bara svona í ljósi reynslunar. En þess að dulræna hæfileika að skynja stemmingun í öðrum flokkum. Nei, ég er bara þann hæfileika að segja rétt frá. Og svo Jón Bjarnason meira sammála honum heldur en þér. Svo fara þess að viðræður hreyfinguna af stað og Þór Særi lýsti því ágætlega. Hann bara lýsti því mjög nákvæmlega hvernig það allt gengi fyrir sig.
En svo birtist Steingrímur í sjónvarpinu og lætur nánast eins og þau hafa verið að gera hreyfingunni greiða. Þau hafa verið nánast að betla það að fá að vera einhvað með en svo hafi bara ekki verið neitt flötur á því. Auðvitað var þetta vegna þess að ríkisstjórnin vissi að hún var að missa meirihlutann eða átti allavega verulega hætta því að missa meirihlutann með þessum breytingum. Eins og við sjáum núna líklega raunin. Það mjög óvíst með meirihluta þessari ríkisstjórnar þegar að meira að segja Jón Bjarnason treysti sér ekki til að lýsa því yfir að hann muni verja ríkisstjórnina vantrausti. Nei. Ólöf, hefur þessi ríkisstjórn starfað meir? Ég held að það sé alls ekki víst og kemur að byrja ekkert framhalmlega fyrir í janúar þegar þing kemur saman. Það ekki bara það að Jón Bjarnason hafi kveðið mjög skýrt orði í gær, heldur hafa einstakir þingmenn stjórnarmeirihlutans líka lýst skoðun sinni með afgerandi hætti. Við getum nefnt til dæmis í þessari farsakenndu atburðar sem hefur verið hér undanfarna daga og vikur vegna þessar breytinga. Að bæði Kristján Möller og Sigmundur Ernir Rúnarsson hafa mikla fyrirvera við þær breytingar sem verið að gera. Og eins hefur heyrt það víðar að einstakir þingmenn virðast að vissu leyti vera að telja sig lausa frá stjórnarsáttmálanum. Þannig að ég held að þegar kemur að einstökum málum í þinginu, þá kemur auðvitað ljós hvort að það sé raunverulega svo að ríkisstjórn hafi þann meirihluta sem hún þarf að hafa til að koma málum í gegn. Við skulum ekki gleyma því að hún hefur núna þegar einungis eins manns meirihluta á borði og hefur nánast þurft að semja sig gegnum hvert einasta mál. Þannig að það blasir við að sú staða hafi hún verið veik fyrir þessi ríkisstjórn, þá held ég það sé ljóst öllum að hún mun veikari eftir þetta. Og svo það auðvitað þannig að þetta snýst því miður menn en ekki málefni. Fyrir örfáum viku síðan þá sagði Steingrímur í þinginu að honum fyndist að það væri eðlilegt að efnahagsmál séu einni hendi. Nú efnahagsráðuneytið komið undir sjávarútvegsráðuneytið eða atvinnuvegaráðuneytið tilvonandi, þannig að maður þarf nú að velta fyrir sig hvað það þýðir og hvað verið að gera með því. Til dæmis, hvar Seðlabanki Íslands núna? Undir hvaða ráðuneyti heyrir hann? Heyrir hann undir atvinnuvegaráðuneytið? Er það sem sagt það sem að koma skali í stjórnarráðinu? Þetta alls saman óljóst og það veit enginn hvert þessi ríkisstjórn er að stefna. Eina sem hún virðist hafa ákveðið að sitja sem fastast á stólunum. Það virðist vera einbeitt stefna þessari ríkisstjórnar. En hvernig hún ætlar að gera það og hvað að koma út úr því fyrir þjóðina? Það er bara stór spurningamarki. Nei, Margrét, þið voruð í viðræðum við oddvita stjórnarflokkana og maður spyr sig þegar þeir leggja í svona áhættu mikla breytingar á ríkisstjórn. Telja þeir sig geta haft eitthvað skjól af ykkur? Gáið þið þeim þetta í kynna? Þetta var nú meira spjall en viðræður. Við áttum bara, við fórum yfir ýmis málefni. Stefnuskrá hreyfingarinnar, hún liggur fyrir og það er hægt að skoða hana á hreyfingin.is og þar eru þau mál sem við leggjum áherslu á. Mörg þeirra, það vill svo til að í mörgum þeirra eigum við mikinn samhljóm með ríkisstjórnarflokkunum og það eru einkum þessi lýðræðismál. Við viljum nýja stjórnarskrá og við viljum gera svona kannski ennþá róttækari breytingar en ríkisstjórnin. Við viljum fara í auðlindamálin og tryggja að auðlindirnar séu í eigu þjóðarinnar. Við viljum gera breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. En svo það sem skilur á milli, það eru kannski skuldamál heimilinu og hvernig er höndlað með þau. Ég hef verið mjög ósátt við þær leiðir sem að farnar hafa verið og við rættum þetta allt saman. Það er bara svo les. Þið gáðu þeim ekkert fyrirheit að þið myndum kannski sitja hjá við vantraust eitthvað slíkt? Nei, það hefur við ekki gert. En ef það kemur nú fram vantraust, myndu þið styðja það? Það fer bara eftir því á hvaða forsendum það er og hvernig það verður sett fram út af hverju það er. Og við bara þyrftum að skoða það kom fram vantraust fyrr á þessu ári og þá var það ekkert sem að við bjöggumst þannig við, það kom frekar snögglega upp og þá bara fer hver og einn og skoðar í sinn hug. Við fengum þeirri vantrauststillögu skipt upp, þetta voru 2 setningar þannig að það var kosið annars vegar vantraustið og hins vegar nýjar kosningar og það eru 3 takkar sem hægt er að greiða atkvæði og við erum 3 og þetta var nú allt á sikkurum takkanum. En hvað finnst þér þessar breytingar sem ríkisstjórnin var að gera í morgun? Maður náttúrulega svolítið að átta sig á þessu. Ég tek svolítið undir með Ólöfu að okkur kannski vantar upplýsingar hvað fylgir hverjum og hvað er hvar. Persónulega þá er ég frekar hrifin af því að búa til eitt atvinnuvegaráðuneyti. Ég held að það sé miklu skýrara að sé bara atvinnulífið sé bara undir einu ráðuneyti og þetta verður þá minni kannski sérhagsmuna ráðuneyti og einstæð eins og þetta hefur verið núna þá eru atvinnugreinar sem eru ekki undir einu ráðuneyti og hafa verið svona svolítið afgangsstærð og ekki fengið þá athygli sem að þær þyrftu og ég vona það breytist. Ég líka mjög hrifin að því að auðlindamálin verði í umhverfisráðuneytinu en það sem ég hef efasemdir eru viðskipta og efnahags- og viðskiptaráðuneytið
Svona í prinsipinu þá held ég að það vera ágætt að hafa bankana bara í atvinnuvegaráðuneytinu, en ég er ekki viss um að við séum komin á þann stað að það sé tímabært. Að við séum búin að gera bankana það upp og þetta efnahagshrun, að þau mál þurfi ekki sérstaka athygli. En svo er önnur mál að fyrir utan kannski hvernig Árni Páll hefur höndlað Icesave-máli sem ég hef verið frekar ánægð með, að þá hef ég verið mjög óánægð með hann sem ráðherra, þannig að verður það eitthvað fyrst að þing kemur saman að láta reyna á þingmeirihlutann með vantrausti? Ég held að það sé eðlilegt í ljósi þeirra stöðu sem augljóst er upp komin að menn komist að raun það hverjir eru tilbúinir að styðja þetta áfram, þetta fyrirbæri sem að þessi ríkisstjórn er orðin. Og þetta er náttúrulega allt með stökust ólíkindum, eins og við sjáum að lýsingum af fundunum hjá Samfylkingunni til dæmis í gærkvöldi, lýsingu aðstoðarmanns efnahags- og viðskiptaráðherra til að mynda. Að þarna er fundur sem að hún segir að sé sá ævintýralegasti og erfiðasti sem að hún hafi nokkuð tíma setið og hafi hún þó setið á alla á Samfylkingunni og hafi stemt í það og raunar verið meiri hluti fyrir því að fella ríkisstjórnina og forystu flokksins. Þangað til að Árni Páll, ráðherrann sem átt að víkja, hafði frumkvæðið því sjálfur að biðja mennum að fattast á þessa tillögu. En það var eins og að dýru verði keypt fyrir forystuna vegna þess að það verður ekki annað að lesa út úr því og raunar kemur það heila fram í pistli Kristrúnar og svo heyrir maður þá öðru samfylkingarfólki að þetta hafi kostað Jóhönnu Sigurðardóttur formannsembætti í Samfylkingunni. Hún muni þurfa að víkja núna strax í vor. Það verði annar flokksráðsfundur í byrjun árs, strax í janúar. Svo verði flokksþing eða landsfundur í vor, það sem verði kjörin í forysta. Og það er reyndar í samræmi við það sem að sjálfur utanríkisráðherrann, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, er þegar búin að fara fram á, að það verði skiptum formann í þeim megin flokk. Það farið við þessi mál þegar Jóhanna kemur. En Steingrímur, sýnir þetta einmitt ekki þegar þið farið í viðræður við hreyfinguna að fá einhvers konar bakland og stuðning, að þið eruð í mikill óvissu þingmeirihlutann? Þetta er allt á bláþræði. Já, við verðum greinilega að spyrja Sigmund. Nú var hann síðast að... Það hefur ofti reynst þér vel ef þú hefur spurning. Nú var Sigmundur síðast að skilgreina ástandi inn í Samfylkinguna eins og hann þekki það betur en þau sjálf. Ég er nú bara vitna í Samfylkingarmenn. Já, en ég vil nú fyrst að segja að það er svolítið vonbrigði að stjórnarandstaðan skuli ekki einu sinni óska nýjum ráðherrum og endurskipulaði ríkisstjórn góðs gengis, taka detta í gömlu förinum að hafa allt á hornum sér og telja þetta allt... Óskaði ráðherrunum til hamingju með öll ráðuneytin. Telja þetta allt ómögulegt, allt svo að því við erum nú hérna svona við áramótin. Stjórnarandstöðin auðvitað að sjálfsögðu frjálst að flytja okkur vantraust og þá gerir hún það bara. Ég hef engar áhyggjur af því að við munum standa það vantraust á okkur og þessi ríkisstjórn hefur nú siglt í gegnum ýmislegt. Og auðvitað tala menn svona, stjórnarandstaðan, en veruleikinn, hver er hann? Hann er sá að ríkisstjórnin hefur komið sínum málum fram, við erum nýbúin að afgreiða fjárlög og öll tekjuöflunarfrumvörp og komin inn á nýtt ár með tiltölulega hreint borð og lukum því sem við vildum ljúka fyrir þinglok í desember. Við erum búin að sitja í hartnær 3 ár á tvímælalaust erfiðasta tíma sem nokkur ríkisstjórn lýðveldistímans hefur haft til að glíma við. Það er staðreynd mála og menn geta talað út í eitt eins og Sigmundur Davíð gerir hér, en það breytir ekki þeim staðreyndum að þessi ríkisstjórn tók við óhemju erfiðu verkefni og hún er búin að ná miklum árangri gagnvart því og er búin að sitja í hartnær 3 ár og geri aðrir betur við aðstæður eins og þær sem við höfum glímt við. Þá vil ég aðeins bara segja í viðbót, nei, en er ég að tefla því fram árangurinn sem við höfum náð og verkunum sem við höfum skilað, það er það sem skiptir málin ekki talið ykkur. Svo vil ég ekki að þau tímamót sem er að verða hér í pólitík, fleiri en góð þáttaka kvenna hér í þessari útsendingu, gleymist að þetta eru tímamót líka í jafnréttisbaráttunni í landinu. Í fyrsta sinn á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag sátu fleiri konur sem ráðherrar við borðið en karlar. Og í fyrsta skipti afhenti ég sem fráfarandi fjármálaráðherra konu lyklavöldin í fjármálaráðuneytinu og hér eftir verða kynja hlutföllin jöfn í ríkisstjórn út kjörtímabilið eða jafnvel konur fleiri. Það höfum við sammælst að gera. En gagnrýnin kemur ekki síst úr stjórnarliðinu. Árni Páll segir nú sjálfur þetta aukja óvissu og upplausn, þessar breytingar sem nú verða að gera. Ég bið menn bara að anda aðeins rólega. Auðvitað eru miklar tilfinningar á ferð þegar svona breytingar gerast með litlum aðdraganda og þetta er erfitt eins og ég sagði. Það er allir rétt á því
taka því síðan rólega og jafna sig á óvæntum atburðum eins og þessum og við skulum bara sjá hvernig umræðan leggur sig þegar við komum hérna hress og kátt inn í nýja árið. Já. Erum við að sjá einhverja pólitískar stefnumbreytingar? Mér finnst nú, hann stengur mig bara býsna úrillur yfir þessu hér. Það er auðvitað þannig að ríkisstjórnin er að gera breytingar án þess að það sé nokkur vissa fyrir því að hverju er verið að stefna. Og hann er nú að yfirgefa fjármálaráðuneytið. Nýji fjármálaráðherra lýsir því nú yfir, hún sé nánast að verma stólinn í örfáa mánuði fyrir einhvern annan sem kemur síðar. Þannig að mér finnst náttúrulega mjög einkennilegt að fjármálaráðuneyti við þessar erfiðu aðstæður sem er í þjóðfélaginu. Ég held að þess vegna það liggur alveg fyrir að svo er. Það skiptir auðvitað máli að vel sér haldið um fjármálaráðuneyti sjálft, er það ekki rétt, Steingrímur? Láttu mig þekkja. Að það sé þá þannig að menn sé bara að setja fólk tímabundin í fjármálaráðuneyti á svona stundu finnst mér mjög einkennilegt og sýnir náttúrulega umfram allt þennan vandræðagang sem hefur verið vegna þessara breytinga. Þú ert ekki að óska konunni til hamingju sem er að koma hann inn, glæsilegri manneskju með góða reynslu í ríkisfjármálum. Leisti það verkefni með sóma af hendi að vera formaður fjárlaganefndar og mér finnst það bara virkilega glæsilegt að fá hana þarna inn. Að sjálfsögðu óskar ríkisstjórnin til velfarnaði þeim störfum sem framöndan eru, en það er auðvitað fráleitt að afgreiða þetta mál með þeim hætti. Hvernig stendur á því að það er ekki hægt að svara því hverju fjármálaráðherra í landinu eftir sumari? Hvernig stendur það að ríkisstjórnin fer fram með svona breytingar og þetta er bara tímabundið örfáa mánuði? Hvernig stendur á því? Og hvað ætlar ríkisstjórnin sér með fjármálaráðuneytið og þessar breytingar núna á vormánuði? Það þarf að fá svar við því að sjálfsögðu. Við ætlum að halda þessari umræðu áfram eftir skammastund. Við erum ennþá að bíða eftir Jóhönnu Sigurðardóttur, forsætisráðherra. Mér skilst hún sé ennþá niðri í ríkissjónvarpi að taka upp áramótaávarpið. En þetta eigum við ekki aðeins að brjóta þetta upp með því að kannski að rifja upp hvað hefur gerst á árinu. Einmitt, við ætlum að gera það. Því árið 2011 var vissulega viðburðaríkt á Íslandi, eins og stundum áður, titringur í pólitíkinni og líka jörðinni, en hvarvetna voru fréttamenn Stöðvar 2 með tæki sín og tól og við ætlum nú að rifja upp 10 stærstu fréttirnar af innlendum vettvangi að mati fréttastofu Stöðvar 2. Hringvegurinn er rofinn eftir hamfaraflóð á Mýrdalssandi. En þá hafi 5 metra há flóðalda komið þetta niður sandana og hrifið brúna með sér. Og það er líka einhver svona brennisteins fnykur sem liggur yfir öllu. Það er eins og það líkti hérna fúleggjum eða einhverju slíku. Byrjað var að færja fólk og bifreiðar yfir Múlakvísli seinnipartinn í dag, stefnt er að því að ljúka byggingu bráðabirgðabrúar á 10 dögum. Þetta er stórkostleg stund að aka hér yfir og þrekvirki af hálfu vegagerðarinnar á að smíða þessa brú á innan við viku. Þetta er Juan Gunubo. Og hann sér fyrir sér að Ísland sé næsta ferðamannaparadís í heiminum. Og niðurstaðan liggur núna fyrir. Það er ekki unnt að verða við þessari beiðni. Ég leyni því ekki að þetta er með mikil vonbrigði. Saksóknari Alþingis hefur gefið út ákæru á hendur Geir H. Haarde fyrir brot á lögum ráðherraábyrgð. Þetta eru pólitísk réttarhöld. Fyrsta þinghald landsdóms í sögu lýðveldisins fór fram í dag. Ég lýsi sakleysi mínu. Niðurstaða dómsins var svo að vísa 2 af 6 ákæruliðum frá landsdómi. Líklega er það mat landsdóms að þessir liður séu hvað óljósastir í þessu tilliti. Það var niðurstaða Hæstaréttar eftir að hafa metið alla gallana á framkvæmd kosningarna heildstætt að ógilda kosningarnar í heildsinni. Til greina kemur að kjósa á ný til stjórnlagaþingsins 16. júní. Þingmannanefnd stjórnlagaþing leggur til að skipa verði stjórnlagaráð með þeim 25 fulltrúum sem kjörnir voru á þingið. Það er miklu skemmtilega en ég átti von á satt segja. Þetta er náttúrulega fristalega frábær stjórnarskrá og vonandi bara fá þessi drög líf. Þráinn Bertelsson hefur lýst því yfir að hann muni ekki styðja fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar nema leyst verði úr fjárhagsvanda Kvikmyndaskóla Íslands. Nýjasti meðlimur Framsóknarflokksins sem skartaði merki flokksins á brjóstinu strax á fyrsta degi. Ákvörðun Atla Gíslasonar og Lilju Mósesdóttur að segja sig úr þingflokki Vinstri grænna. Á pappírnum er ríkisstjórnin nú með 33 þingmenn, 20 samfylkingarmenn og 13 Vinstri græna, en meirihlutin er þó ansi fallvaltur. En er það ekki svo að þessi ríkisstjórn hefur nýju líf eins og kötturinn? Ég er sjávarútvegsráðherra eins og þú sér. Það var á 8. tímanum í gærkvöldi sem maðurinn kom akandi að Landspítalanum í Fossvogi og tilkynnti starfsfólki að lík barnsmóður sinnar var í skotti bílsins. Maðurinn er ósakhæfur að mati geðlækna. Konan sem er frá Litáen og var starfsmaður Hótels Frón skildi barnið eftir í ruslageymslu við hótelið. Lögreglan telur að 4 pólskir karlmenn hafi komið hingað til lands gaggjart til að fremja rán í verslun Franks Mikkelsen. Hér komu menn hlaupandi inn
með byssur á lofti. Þetta eru meðal annars rándýr Rolex-úr og heildarverðmæti þýfsins sagt 50 til 70 milljónir króna. Einn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald og á annan tug yfirheyrðir af embætti sérstaks saksóknara. Rannsóknin beinist að meintri markaðsmisnotkun Glitnis fyrir hrun. Fyrrverandi bankastjóra Landsbankans gefið að sök að hafa borið ábyrgð á 4,5 milljarða króna yfirdráttarláni. Grunuleikur og innherjasveikum. Kerfisbundna markaðsmisnotkun. 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 Markaðsmisnotkun í Kaupþingi banka. Innherjasveik. Og umboðssvik vegna umdeildra lánveitinga. Ef að menn eyða meira en þeir afla, þá ekki á vísan að róa efnahagslegan stöðugleika. Stjórn Alþjóðargjaldeyrissjóðsins samþykkti í Washington í dag síðustu endurskoðun efnahagsáætlunar Íslands og samstarfi Íslands við sjóðinn því lokið. Eigendum aflandskróna verður gert kleift í fyrsta sinn að flytja krónur til Íslands. Hagvaxtarmælingar sem sýna fram á 3,7% hagvöxt fyrstu 9 mánuði ársins benda til þess að sjúklingurinn sé að ná sér. Ég held að það sem ekkert annað en kraftaverk. This is not Venezuela, right? Ég hef því ákveðið í samræmi við 27. grein stjórnarskrárinnar að vísa hinu nýja frumvarpi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo virðist vera sem kjörsóknin verði meiri í ár en hún var í fyrra þegar Íslendingar greiddu atkvæði fyrri Icesave samningana. Það nei. Þú segir nei. Ég segi bara nei, sko. Við eigum ekki að borga skuldir annar manna, það bara svo einfalt. Á landsvísu sögðu tæp 60% nei, en það bil 40% já. ESA ákvað að leggja málið fyrir EFTA-dómstólinn. Ég tel að við höfum sterk efnisrök þar og sterk lagar. Gosið í Grímsvötnum öflugasta sprengigos hér á landi í meir en 100 ár. Nú klukkan orðin 12 og það eru 5 tímar síðan gosið hófst. Þegar mest lét þá þeyttust alltaf 20.000 tonn af gosefnum á sekundu frá eldstöðinni. Og eins og má sjá á stærð gosmakkanins hérna á bakunni þetta mun stærra gos en árið 2004. Ég veit ekki hvort það sé hægt að lýsa þessum orðum en þetta öskubylur. Svona lít ég út eftir að hafa staðið úti í 30 sekúndur. Það eina ægirnanda sem að ég held að bera eða við það fara að bera. Ég held að mann hefði bara langað til að fara að gráta, sko. Það bara þannig. Hér mjög ömurlegt að litast. Hér eru fuglar, búutillingar og músarindlar að fljúga á rúðurnar hjá okkur, reyna að komast inn í fyrstu. Varst þú nokkuð farin að undirbúa eldmessu? Já, ég held nú að það sé nú bara mjög erfitt að undirbúa sig fyrir það sem gerðist hér. En ég var nú ekki farin að skrifa niður eldmessu, nei. Kannski betur fyrr. Ég virðist ekki þurfa að koma til slíkrar messu. Já, það vona ég verði aldrei. Nei, það rétt. Það vona að það verði aldrei. Komið sæl aftur, við erum menn að bíða eftir forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur, mér skilst hún sé rétt ókomin í hús, þannig það eru vonandi bara fáar mínútur í eina til okkar. En Margrét, þið voruð í viðræðum við stjórnarliðið. Við vorum í spjalli, já. Er þetta hræðsla við kosningar sem... Hjá okkur? Sem rekur ykkur... Ég held eiginlega að það væri mjög gott að fá kosningar í vor, hérna svona fyrir okkur sem að viljum helst ekki Sjálfstæðisflokkurinn náðu völdum strax. Já, nú fer þetta landsdómsmáli í gangi og það væri skemmtilegt að vera í kosningabortu í Sjálfstæðisflokkinu saman tíma. Þetta mjög smekklegt. Já. En með velta fyrir sér, sko, nú ert þú að fara í atvinnuvega ráðuneytin. Eitt stærsta málið sem átt að klára á þessu ári var kvótamálið. Verður það þitt stóra verkefni? Já, það augljóslega eitt af allra mikilvægustu verkefnunum að takast á við það á næstu vikum, hvort ekki einhvern veginn hægt að ná því saman og ná þar fram lausn sem að sæmilegur friður getur orðið verður alltaf erfitt að finna þar lendingu sem allir verða sáttir við en eitthvað sem að kemur til móts við þá óánægju og tekur á óánægju með tiltekna þætti í þessa kerfi sem hefur verið megn og ósætt við þjóðina en tryggir leiðgreininni góð og stöðug rekstrarskilyrði. Þannig að það er eitt af stóru verkefnunum. En ég vil nú líta á þetta svona í enn stærra samhengi ef við horfum bara á það hvað er núna mikilvægast og hvað við að setja kannski umfram annað í forgang hjá okkur. Þá er það held ég uppbygging í atvinnumálum og að samþætta atvinnu og efnahagsmál að takast á við það hvernig við leggjum grunn að sjálfbærum, traustum, hagvexti, sköpum störf og svo framvegis. Að styðja við þann bata sem er komin af stað í landinu. Og ég nálgast þetta dálítið þannig að
Nú glíman við sum risavöxnustu og brýnustu verkefni hrunsins sem betur fer svona að ljúka. Ég tel að við séum búin að ná þannig tökum á ríkisfjármálunum að við séum farin út af hættusvæðinu þar og við náð þar óumdeilanlega gríðarlegum árangri, hvað sem hver segir. Endurreisn fjármálakerfisins svona miklu leyti lokið og skuldaúrvinnslan í gangi og þar sé vissulega enn við erfið úrlausnarefni að glíma. Þannig að horft til framtíðar þá held ég að það séu spennandi hluti sem liggja í að samþætta efnahags- og atvinnumálin, leggja hér grunn að fjölbreyttum, sjálfbærum, grænum hagvexti og skapa störf, horfa á svona vaxtargreinar íslensks atvinnulífs til næstu ára og áratuga og leggja grunn að svona uppbyggingu og eflingu innviða samfélagsins. Þannig að það eru mjög mörg spennandi verkefni þarna. Þú talar núna uppbyggingu atvinnulífsins. Forsvarsmenn samtaka atvinnulífsins segja að þetta hafi verið glataðra tækifæra. Það hefur... Nei, það er náttúrulega algjört öfugmæli. Við getum sagt það kannski árið 2010 sem varð auðvitað miklu daufara en við hefum öll vonað og það varð ýmislegt til að tefja verulega fyrir okkur þá í sambandi við efnahagsbatan. Þó það þannig að þegar við skoðum tölurnar, þá byrjar hagkerfið að snúa við á síðari hluta ársins 2010. Þá byrjar viðsnúningurinn. Nákvæmlega eins og ég sagði haustið 2010 þegar ég skrifaði nú umtalaðan greinaflokk að landið að rísa. En síðan kemur batinn og verður staðfestur á þessu ári, þannig að tala það sem ár glataðra tækifæra ef við erum að landa hérna 3,5–4% hagvexti á Íslandi á árinu 2011 furðulegt tal. Því auðvitað það verulega ánægjulegt. Á hverju hann reistur, Steingrímur? Verulega ánægjulegt. Á hverju hann? Já, hann reistur á fjölbreyttum stoðum, vissulega aukinni einkaneyslu sem hefur verið studd með aðgerðum bæði stjórnvalda og fleiri og aðila kjarasamningsja, en hann líka studdur af aukinni atvinnuvegafjárfestingu og hann studdur af kraftmikilli útflutningsstarfsemi. Þetta góð blanda. Eyðslusparnaðar íslensku krónunni og makri. Þetta góð blanda og það nákvæmlega svona sem á að koma hagkerfinu í gang og ég bendi ykkur á hérna að horfa á viðtal við aðalhagfræðing Seðlabankans sem fór mjög vel yfir þetta í þættinum Klinkinu. Við efumst ekkert stuðning Seðlabankans við ykkur og ykkar við hann. Ég ætla að bjóða Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra velkomna og ekki óska til hamingju með nýja ríkisstjórn. Jú, þakka þér fyrir. En við höfum verið að velta fyrir okkur, hefurðu meirihluta til að fylgja hér fram málum? Já, Hefurðu gengið úr skuggum það? Það mun bara koma í ljós í þinginu að við höfum meirihluta. Og menn þurfa ekki við þurfum ekki að efast það fyrir að það annað kemur í ljós. Og þannig nú málið, sko. En ertu búin að ganga á þína menn? Veistu hvernig Jón Bjarnason, hann hefur svarað þannig að þú getur ekki treyst á hann? Ég hef ekki heyrt Jón Bjarnason segja að hann styði ekki þessa ríkisstjórn. Ekki heldur að styði hana? Má ég nú aðeins segja hérna, sko þetta þannig að ríkisstjórn, meirihluta ríkisstjórn samkvæmt skilgreiningu sú sem að nægjanlega margir þingmenn lýsa því yfir að þeir verji hana vantrausti. Og það eina skyldum þingmanna, ef þeir hverfa frá stuðningi við ríkisstjórn þá ber þeim að gefa það pósitíft upp. Það hefur auðvitað enginn gert, þannig að það ómaklegt að ætla mönnum annað en að þessi óbreytti stuðnings með ríkisstjórn þangað til þeir sjálfir gefa þá yfirlýsingu annað. En það ekkert annað fólgið í grundvallar skilgreiningun en það að verja stjórn falli og greiða atkvæði gegn vantrausti á hana. Það ekki þannig að stuðningur við ríkisstjórn og almennum forsendum bindi hendur hvers og eins þingmanns til þess að fylgja fram hverju einasta máli stjórnar. Það ekki þannig. En hvað gerist í síðasta vantraust? Þess vegna menn taka menn mál fyrir í þingflokknum og afla stuðnings við þau á vinnslu stigi. En nú þetta bara við stóðum af okkur síðasta vantraust. Það var þannig að einn þingmaður að styðja ekki ríkisstjórnina. Fallega, ég hugga það hafi komið með stjórnarlegum. Hvar hann í dag? Var hann ekki þá þingmaður Vinstri grænna? Jú, en hann var að hafa undirbúa vistaskipti greinilega, þannig að það kemur nú minna á óvart í ljósi þess hvert hann fór. Eftir. Mér finnst þetta mjög athyglisvert að heyra hvað stjórnarandstaðan hér að minnsta kosti það sem ég hef heyrt af þessum þætti í vondu skapi núna hér á Gamlastað. Það sé ekkert til að gleðjast yfir. Og ef að þið haldið og berið ykkur að vona í brjóstum það að þessi ríkisstjórn hafi ekki meirihluta, þá minni ég ykkur bara á reynsluna. Það hefur oft verið spáð dauðdaga þessari ríkisstjórnar og
og þið auðvitað vonið það að óskið hún fari frá. Ég spái því að þið verðið ekki að ósk ykkar það sem eftirlifir þessa kjörtíma. Árni Páll var nú ekkert sérstaklega kátur í gærkvöldi og í morgun. Því haldið fram að þú hafði þurft að fórna honum til þess að koma Jóni Bjarnasyni? Nei, þetta er bara vitleysa, sko. Það er löngu búið að ákveða að fara í þessar breytingar. Það var boðað hér í september 2010 að það yrði farið í fækkun á ráðherrum þegar yrði sameiningin gengi í gegn. Við erum að undirbúa hana núna með þessari breytingu. Og það er samstaða milli flokkana að það hafi verið jafnræði milli ráðherra í þessari ríkisstjórn eins og hefur verið áður. Á því er engin breyting. Það eru 4 ráðherrar í hvorri ríkisstjórn og við lögðum áherslu á það að það er jafnrétti milli kynjanna í þessari ríkisstjórn og vona ég innilega að minnsta konuna við þetta borð fagni því og við erum að fagna því núna líka. Að þetta er í fyrsta skipti sem að konur eru í meiri hluta í ríkisstjórn. Það er gleðið tíðindi og ástæða til að fagna því. Þó að þið fagnið ekki miklu hjá okkur, þá er þó ástæða til þess að þið minnst kosti brosið aðeins við því og gefið svona smá kredit að þetta skiptunum máli, framgangu kvenna í íslensku stjórnmál. Auðvitað er þetta skemmtilegt, en við þurfum líka að tala efnið en ekki bara búðirnar. Og það vita það allir að þið hafi stemt að þessu lengi. Það hefur ekki verið neitt leyndarmál í þinginu að þú vildir losna af Jón Bjarnason og halda því fram að þetta sé einhver hluti núna löngu ákveðnum breytingum á ráðuneytinu stenstu þetta enga skoðun þegar menn skoða hvernig að þessu var staðið. Í fyrsta lagi er þetta ekki tilbúin við breytingar á ráðuneytinu. Það var að skipa enn eina ráðherranefndina til að finna út úr því hvernig það verður gert síðan meir. Og svo þetta að ykkar eigin þingmenn vissi ekki einu sinni hvað væri að gerast og þeir virðist ekki hafa vitað það sjálf því að það eru haldnir þessi fundir í gærkvöldi þar sem allt fyrir upp í loft. Oddný Harðardóttir fær að vita því á þingflokksfundi hjá ykkur að hún eigi að verða fjármálaráðherra. Það reyndar ekki að vita hvort hún verði fjármálaráðherra lengi áfram eða hvort hún er bara að halda stólnum heitum eins og það var orðið í fréttum áðan fyrir annan ráðherra. Þú hefur enn ekki sem formaður í flokki mynda ríkisstjórn og veist ekkert hvernig það er gert. Ég er nú stundum sakaður með að hafa búið til ríkisstjórnin ykkar en ber það að mér. Svoleiðis að þó að ég hafi ekki myndað ríkisstjórn eins og þú segir og viti ekki hvernig það er gert, þá held ég að þið, þrátt fyrir að þið kunnið hafa myndað ríkisstjórn, vitið ekki heldur hvernig það er gert. Og það heyrir maður á ykkar eigin ráð, eigin þinglir. Þetta er öðruvísi aðferð sem þarna er notið, þetta hefur verið gegnum árin og hef ég fylgst með mörgum stjórnarmyndunum og gagnrýnt vinnubrögð ykkar í þessu og aðstoðarmaður viðskiptaráðherra segist aldrei hafa séð annað eins. Aldrei hafa séð annað eins og hefur þó mætt á alla flokksráðsfundi á Samfylkingunni. Hver segir? Aðstoðarmaður efnahags- og viðskiptaráðherra. Kristrún Heimisdóttir segir þetta á bloggsíðu. Já, sko nú er það þannig að það er auðvitað þannig að þegar verið að fækka í ráðherraliði þá er það viðkvæmt og erfitt mál að gangi í gegnum og einhverju ganga sári frá borði. En í svona málum eiga allir að bera höfuð hátt vegna þess að það er enginn sem ára á þeirra stóla, það eru verkefni sem skipta máli. Og þegar þú segir að ég hafi verið gegnum þessa mánuði að reyna að losna við Jón Bjarnason, þá er það rangt. Ég hef fyrst og fremst verið að reyna að koma fram málefnum minna ríkisstjórnar sem er í stjórnarsáttmálanum. Þar hefum við náð verulegum árangri eins og ég heyrði að Steingrímur var að segja og það er nóg eftir að verkefnum að taka á og það er minn einbeitti ásetningur að við munum klára þetta kjörtímabil og klára þau mál sem er eftir. Það er eftir fiskveiðistjórnarmálið, jú víst ég. ESB-málið, við ætlum að gera mikla breytingar á því að verða velferðarkerfið, við ætlum að fara í breytingar á almannatryggingunum, við ætlum að breyta húsnæðiskerfinu, við ætlum að fara í að laga hér aftur fæðingarorlofi sem því miður þurfti að verða fyrir skerðingum í þeirri hrinu sem við hefum verið í og hruni sem við hefum þurft að taka á. Og allt þetta eru stór verkefni sem við þurfum að fara í gegnum. Þinn eigin utanríkisráðherra segir að þú er að víkja. Og svo kom það fram á fundunum í gær að menn vilja flýta landsfundi Samfylkingarnar til þess að skipta forystu. Ekki tilbreyting að sjá þið einu sinni brosa. Yfir þessum tíðindum. Málið er það að ég var kosin formaður hérna fyrir, hvað er, 2 mánuði síðar á landsfundi þar sem ekkert mótframboð kom og það var mikill stuðningur við mig og þá stjórn sem var kosin áfram. Það er engin breyting á því. Það er engin breyting á því. Og eins og ég segi, þó að við vorum að gangi í gegnum það að breyta ríkisstjórninni. Þá kom fram óánægja, skiptar skoðanir og það var tekist á með rökum þarna
og menn skiptust á mjög heiðarlega skoðunum í því hvað þeim fyndist. Ekki bara stólana, heldur verkefni framundan. Hvernig væri best að taka á þeim. Og það fyrst og fremst Þú nefndir Evrópusambandið og kvótamálin. Þessi breyting ekki einmitt gerð til þess að auðvelda þá stefnumörkun að losna við Jón Bjarnason, til þess að auðvelda Evrópustefnuna, auðvelda kvótakerfið? Hún mun allavega ekki torvelda það, svo ég orði það bara með þeim hætti. Já. Eitt en þið voruð í viðræðum við hreyfinguna. Þau tala skuldavanda heimilana. Eru þið tilbúin að koma til móts við þau eða eru öllum aðgerðum lokið gagnvart heimilunum? Nei, við áttum mjög vinsamlega samræðu hérna fyrir jólin. Takk fyrir síðast Norðfjörð. Já, takk sem les. Og fórum þar yfir mörg mál. Við höfum marga sameiginlega snertifleti í stjórnarskrármálinu eins og ég nefni það. Fórum yfir það, persónukjör og ýmsa fleiri þætti. Við vorum að skoða hvort við gætum eitthvað náð saman það að setja það í ákveðin farveg. Meðal annars komu skuldamálin upp á borðið og það ríkisstjórnin núna að skoða líka. Tillögur hreyfingarnar alveg klárar og hafa verið lengi í því efni. Við náðum ekki saman það, en þetta voru bara vinsamlega viðræður. En átti það að reyna betur? Ég hugsa að við bara setjumst aftur yfir kaffibolla eitthvað tímann eftir áramótin. Og þið eru til í það? Við erum alltaf til í kaffibolla. Ég held að verði, já, svona kemur það nú alltaf. En ég held nú bara... Þér verður ekki að ósþynna þessi ríkisstjórn sé frá. Þið verður að bíða bara En verður utanríkisráðherra ósk sinnum að þú farir frá? Hann ekki að tala að ég fari frá. Ég hef ekki lesið þessa grein sem þú ert hér að vitna. Hann var að vitna til telja upp hverja hann vildi sjá sem einhverja framtíðarleiðtoga í samfylkingunni. Auðvitað getur hann gert það. Hann sagði fyrst að skiptum fórust í samfylkingunni og samfylkingin þyrfti nýja stefnu. Einhvern tíma verður skiptum fórust í samfylkingunni vegna þess ekki að vera það til eilífðar. Það alveg ljóst. Fyrir kosningar, sagði hann. Fyrir kosningar? Já, hvernig líst þér á það? Fyrir kosningar? Hvað langt í kosningar? 15 mánuði? Það verður landsfundur áður og við skulum þá bara sjá til hvað skeður, en hann ekki fyrir eftir 1,5 ár. Jú, hann næsta vor, það kom. Jæja, erstu búin að ákveða það? Kristrún Heimisdóttir segir það. Það framkvæmdastjórn Samfylkingarinnar sem ákveði það og svo eru lögin þannig að það ekki hægt að hafa nema auka landsfund eftir, við erum nýbúin að vera á landsfundi og þar fer ekki fram kosning á forystu. Ætlar að koma í veg fyrir það? Þú hefur svo mikið áhuga á því. Mér kom nú bara í hug orð sem voru sögð hér fyrir mörgum árum síðan í þætti svona framgöngu. Mér finnst menn að reyna að ræðast hérna aðeins við með rökum og ekki grípa endalaust fram fyrir hver öðrum. Forsætisráðherra var alltaf sestur í stólinn þegar Sigmundur var byrjaður hér í þessum ham. Á ekkert eftir nema að analýsera Sjálfstæðisflokkinn, þá er hann búinn að segja okkur öllum hvernig þetta sé í flokkunum. Það sem að mér finnst að við ættum einstöku sinnum að hefja okkur upp úr og ekki vera endilega að horfa á þá hluti sem stjórn og stjórnarandstaða. Ræðum þessi stóru mikilvægustu forgangsmál sem bíða okkar núna á næstu mánuðum og misserum. Það góða við viðræðurnar við hreyfinguna var að við vorum einmitt að tala hver eru svona nokkur brýnustu forgangsverkefnin sem til dæmis við sjáum sameiginlega fyrir okkur á næstu mánuðum og það það sem stjórnmálin eiga auðvitað snúast. Nú lifir eftir 15 mánuði þessa kjörtímabils. Það alveg ljóst að það bíða fjölmörg verkefni sem væri æskilegt að koma í höfn á þeim tíma. Þannig að Ísland verði komið sem allra lengst á leið sinni til endurreisnar á þessum tíma og við höfum fullan hug á því að ljúka sem mestu af þessum verkum og þykjum að sjálfsögðu stuðning allra góðra og málsmetandi stjórnmálamanna sem vilja leggja slíku lið. Og þið virðist ekkert útiloka það? Nei, en það sem ég kannski skipta mestu máli að við séum að tala bara hvernig ætlum við að reisa þetta landið, hvernig ætlum við að halda áfram. Við erum að tala málefnin en ekki einstakar persónur og við í okkar samræðum, við gerum engar kröfur á embætti eða neitt slíkt. Við erum ákveðna stefnuskrá og við erum ákveðin mál. Mér finnst stjórnmál á Íslandi eiginlega vera svolítið þannig að menn vakna upp svona eins og Láki jarðálfur og ákveða að vera vondur allan daginn og skemma fyrir öðrum og reyna að koma að höggja á andstæðinginn. Sko við þurfum alltaf að búa saman í þessu landi. Það að koma nýtt ár. Við þurfum að kannski verða kosningar að ég veit það ekki. En við höfum öll sömu hagsmunina, við eigum öll börn og afkomendur og viljum búa á Ísland okkur, þykir vænt landið okkar og viljum byggja það upp og fólk verður að fara að geta tala saman. Það ekki hægt að standa í þessari orrahríð þar sem alltaf verið að reyna að koma höggja á persónur eða andstæða flokka. Fólk verður að geta lagt þetta til hliðar. Þjóðin algjörlega búin að fá nóg af þessu.
Við skulum gera örlítið hlé á stjórnmálaumræðunni, við höldum henni áfram eftir skamma stund, en Edda, hún ætlar aðeins að hjálpa okkur að rifja upp árið. Vissulega, við ætlum að gera það á fréttastofunni, því nú víkur sögu að fréttum ársins 2011 af erlendum vettvangi. Leiðtogar féllu, brúðkaup aldarinnar fór fram í Lundúnum og enginn fær gleymt harmleiknum í Útey. Hér koma 10 stærstu erlendu fréttirnar að mati fréttastofu Stöðvar 2. Dominic Strauss-Kahn, forstjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, var í dag úrskurðaður í gæsluvarðhaldi í New York. Það var hótelþerna sem sakaði forstjórunum að hafa neytt sig til munnmaka og reynt að hafa við sig samfarir. There was no element of forcible compulsion in this case whatsoever. Erlendir miðlar fullyrða að saksóknarar muni neyðast til að fella niður ákæruna gróft kynferðislegt ofbeldi. Einn mesti frumkvöðull tölvu aldarinnar Steve Jobs, stofnandi Apple, lést í gærkvöldi 56 ára að aldri. Aðdáendur hans allan heim hafa minnst hans í dag, Íslendingar þar á meðal. Breska söngkonan Amy Winehouse fannst látin á heimili sín í norðurhluta Lundúnaborgar í dag og rannsaka lögregla málið sem grunsamlegt dauðsfall og 27 ára þegar hún lést. Bretland eitt standandi partí eftir að Vilhjálmur prins og Katrín Middleton gengu í heilagt hjónaband í dag. Þótt athöfnin hafi auðvitað verið virðuleg og formföst, var þó yfir henni einhver léttleiki sem ekki algengur í konunglegum brúðkaupum. Samkvæmt ríkisfjölmiðlum Norður Kóreu lést Kim Jong-il vegna gríðarlegs vinnuálags sem leiddi til hjartaslags helgina. Norður kóreska ríkissjónvarpið sýndi beint frá líkfylgdinni. Við hlið líkistunar gekk Kim Jong-un, sonur Kim Jong-ils, dapur á svip en hann mun taka við völdum af föður sínum. Tugþúsundir flykktust út á götur og torg til að fylgjast með líkfylgdinni en fólk virtist almennt miður sín af sorg. 16.000 lögreglumenn bíða þess albúnir að taka á móti óeirðarseggjum í Lundúnum í kvöld. You will feel the full force of the law. Þetta náttúrulega algjör skálmöld. Það bara eins og maður væri í miðju stríði einhvern veginn, það var tilfinningin sem maður hafði. Hlutabréfaverð út í heimi hefur fallið hratt síðustu daga. Verulegur ótti enn á fjármálamörkuðum og lítið þarf til að hræða fjárfesta. Sérfræðingar segja mjög langt í að sameiginleg hagstjórn á evrusvæðinu verði að veruleika. We need to address the current crisis together. Eldar loga víða í arabaheiminum. Talið að 5.000 mótmælendur hafi verið á torginu. Ef forsetinn gefur ekki eftir fyrir föstudag óttast margir að það komi til blóðugra átaka. Mubarak, forseti Egyptalands, lét loks undan kröfu landa sinna í dag og sagði af sér embætti á 18. degi mótmæla. Í dag leysti Abdullah II, konungur Jórdaníu, upp ríkisstjórn sína, rak forsætisráðherrann og skipaði nýjan. Gaddafi, fyrrum einræðisherra Líbíu, féll í átökum í heimabæ sínum Sirte í dag. Yfirvöld í Japan segja staðfest dauðsföll af völdum jarðskjálftans og flóðana þar á eftir séu nú 1900. Í Miyagi héraðinu eru heilu bæirnir rústir einar. Bílar flutu götur og litlar verslanir fylltust af sjó. Uppbyggingin sem bíður almennings í Japan eftir stóra skjálftan mikil. It is like a nightmare. I can't believe this. Gríðarlega öflug sprenging varð í kjarnorkuveri í borginni Fukushima í Japan í morgun. Fólk hefur einnig verið að láta kanna hvort það hafi orðið fyrir geislun og mynduðust langar raðir þar sem fólk beið niðurstöðu. Ég held að hugur allra Íslendinga sé mjög sterklega með Japanum á þessum erfiðu tímum. DNA-próf sagt að staðfest að það var Osama bin Laden sem bandarískir hermenn skutu til bana í Pakistan í gær. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Tæplega 100 manns eru látnir eftir sprengju og skotarásinir í Noregi í gær. Þetta eru mestu fjöldamorð á Norðurlöndunum á okkar tímum. Mikil skelfing og ringulreið greip sig hvarvetna í Oslo strax eftir að sprengjan sprakk. Eins og sjá má fyrir aftan mig olli sprengingin í gær gríðarlegum skemmdum. Menn eru ennþá að þrífa upp eftir sprenginguna. Margir sem voru á eyjunni þegar árásin hófst reyndu að flýja syndandi í ísköldum sjónum. Da begynte han bare å skyte alle som sto i nærheten av meg. Og han hadde skutt utrolig mange skudd på kort tid. Tala látinna komin í 98 en enn óttast að sú tala kunna hækka. Það ríkir þjóðarsorg í Noregi eftir atburði gærdagsins. Norðmenn eru slegnir enda þetta ein versta árás sem gerð hefur verið á norskt samfélag frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Fólks er enn leitað í og við Útey sem og í húsarústum í miðborg Osloar. Hver og en av dem som har
gått bort en tragedie. Anders Behring Breivik hefur játað að bera ábyrgð á bæði sprengjuárásinni í miðborg Oslóar og fjöldamorðunum í Útey. Sífellt fleiri gögn rata upp á yfirborðið sem veita innsýn í sjúkan hugarheim tilræðismannsins. Komið sæl á ný. Það komið að föstum lið í Kryddsíld stöðvar 2. Eins og alla jafna hefur fréttastofa valið mann ársins. Skemmst frá því að segja að fáir hafa komið jafn afgerandi við sögu í fréttum á árinu og hann, ekki einungis á innlendum vettvangi, heldur líka erlendum. Hann hefur áður markað djúp spor í sögu íslensku þjóðarinnar, umdeild spor, myndu sumir segja, og dýpkaði þau svo enn frekar þegar hann neitaði að samþykkja Icesave-lögin snemma á árinu og vísaði valdinu þar með aftur til þjóðarinnar. Maður ársins Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands. Velkomin Ólafur. Þakka þér fyrir. Og þakka þér fyrir að eyða hér hluta af gamlastæði með ykkur. Ég veit úr önnum kafinn þennan daginn. Nú, það var til dæmis breyting á ríkisstjórninni í morgun. Ég veit ekki hvort þú vilt tjá þig það út af fyrir sig, annarkvort sem forseti eða fræðimaður, en það var meira kosti breyting á kynjahlutfalli. Já, ég vil nú fyrst þakka þennan heiður sem að þið sýnir mér og með það mikils að fólk sem fylgist með fréttum, já, náið eins og þið gerið, skuli hafa komist að þessari niðurstöðu. Nú auðvitað þessi dagur margan hátt merkilegur, ekki bara vegna þess að það koma nýir ráðherrar og aðrir fara, það er nú gerst oft, en eins og fram hefur komið í þessum þætti fyrr, þá voru margar konur við ríkisráðsborðið í meiri hluta við það borð og ég held að það sé rétt að það hafi ekki verið áður. Og að jafnréttisbaráttan í stjórnkerfinu, hún þokast nú áfram og vissulega ánægjulegt. Nú forseti óskar auðvitað alltaf á hverjum tíma ríkisstjórn góðs gengis og farsældar í störfum og svo er enn nú. Ein spurning brennur á fólki, veit ég. Nú ert þú að ljúka þínu 4. kjörtímabili á næsta ári. Ætlar það að bjóða þig fram aftur? Já, svo spurning nú líka brunnið mér. Þannig að ég hef svona velt því fyrir mér á undanförnum mánuðum, bæði út frá mínum sjónarmiðum, okkar Dorritar og fjölskyldunar, en líka vegna þess að það hefur mikill fjöldi fólks úr ólíkum áttum haft við mig samband og hvatt til þess með margvíslegum rökum að ég yrði áfram. Svo þetta er ekki einföld ákvörðun, hefur verið flókin og satt að segja mun flóknari en ég átti von á. Ertu búinn að taka hana? Já, ég held að það verði nú svona með vissum hætti að koma í ljós. Ertu að segja að þú munir opinbera hana í nýjásávarpiðin á morgun? Já, ég ætla ekki að fara að segja frá nýjásávarpinu hér, þó að mér sé hlýttir þessarar fréttastöðar, því að hefði nýjásávarpins en auðvitað á þann veg að þjóðin sitji öll þar við sama borð, svo að ég held að menn verði bara að bíða að heyra hugleiðingar mínar þau efni á morgun, en ég mun vissulega fjalla það, ég mun ekki skjóta mér fram hjá þessari spurningu sem þá væri það 5. kjörtímabili. Já, það er nú einfalt reikningsdæmi. Já. En þú ætlar ekki að trúa okkur fyrir þessu hérna á þessari stundu? Já, það er nú ekki að trúa ykkur fyrir vegna þess að það myndur allir vita það leið. En þetta búið að vera langur tími og margt breyst á þessum árum. Ég var nú hugsað til þess í morgun þegar ég satt við ríkisráðsborðið og horfði á þessar glæsilegu ungu konur sem að þar sátu að bæði hafandi verið með ábyrgð og taka við henni. Að það er annar svipur á þeirri sveit en þeirri sem satt við borðið þegar ég stýrði ríkisráðsfundi fyrst undir lok árs og haustið 1996. Einhvern tíma kemur að því að þú yfirgefur Bessastaði, lokar á hurðina á eftir síðasta sinn. Hvernig forseti viltu þá hafa verið? Viltu hafa breytt miklu? Nei, það hefur aldrei verið mitt markmið að breyta miklu. Mitt markmið hefur verið að reyna að þjóna þjóðinni og hagsmunum hennar og óskum eftir bestu getu. Þannig að ég gæti sagt við samvisku mína fyrst og fremst að ég hefi gert mitt besta
reynt að vera heiðarlegur, fara eftir lýðræðislegum vilja fólksins í landinu vegna þess að ég hef alltaf litið á forsetaembættið fyrst og fremst sem þjónustu við þjóðina. Ég hef aldrei litið á það sem hefðarsess eða einhvers konar tignarembætti. Fólkið í landinu kýs forsetan, þetta eini fulltrúin sem kosin af allri þjóðinni. Hann óháður flokkum og hagsmunum og ábyrgð hans og skyldur eru eingöngu við fólkið í landinu og hver sem gegnir þessu embætti, hann mun mjög fljótlega skynja það að svo ábyrgð gagnvart fólkinu í landinu felur fyrst og fremst í sér þjónustu. En sumir segja sko að allir forsetar breyti embættin á einhvern hátt, en þú hafi breytt í mest af öllum og hafi víkkað út allar línur og forsetinn sé jafnvel ekki lengur það sameiningatákn sem að forverar þínir hafa verið. Jú, þetta auðvitað það sem menn segja og þessi kenning sameiningatáknið nú merkileg vegna þess að ég veit ekki til þess að sé neitt sambarlegt orð til í öðrum tungumálum þjóðhöfðingja, það má vel vera, ég held að sé þetta sér íslenskt fyrirbæri og kannski sögulega held ég að þetta orð hafi verið búið til af þeim sem vildu koma böndum á forsetann vegna þess að ef þú vilt halda forsetanum í skefjum þá sterkast af vopnið á hann að segja að þú ert ekki sameiningatákn og þú fyrir að gera eitthvað annað en við viljum að þú gerir. Og þar með væri forsetinn að afhenda annaðhvort einhverjum stjórnmálaflokki eða fáeinum hópi manna eða einhverjum fjölmiðli vald yfir athöfnum sínum og orðum því að leið og þeir færa að gagnrýna gætir og sættir nú ert þú ekki lengur sameiningatákn, þú ert að gera eins og við viljum að þú gerir ef þú vilt verða sameiningatákn. Þess vegna þetta hugtak, þó ég skilja það vel og þetta fallegt íslenskt orð, hættulegt hugtak fyrir forsetann vegna þess að sá forseti sem vill fá lof allra á þá hættu að hann hætti að þjóna heildarhagsmunum. Klukkan tifar í 8 áramótunum, við ætlum ekki sérstaklega að eyða mörgum orðum á Icesave, en þú hefur sagt að þetta hefur verið erfiðasta ákvörðun sem þú hefur þurft að taka og mig langar að spyrja þig í ljósi þess að ESA hefur nú höfðað mál, hvort þú óttast það ekki, hvort þú óttast ekki afleiðingarnar, hvort þú óttast það ekki að við fáum bakreikning og að sá reikningu myndi hugsanlega skrifast á þig? Nei, ber engan ótta í brjóst það. Eins og ég hef sagt bæði ræðum og viðtölum við fjölmarga erlenda miðla og ráðstefnum erlendis, því það gríðarleg athygli sem þetta mál hefur vakið, þá snýst það í kjarna sínum ekki hvað einhverjir embættismenn í einhverri eftirlitsstofnun segja eða regluverk fjármálamarkaðarins. Það ekki kjarni þessa máls. Kjarni málsins það hvort að lýðræðislegur vilji þjóðar sé aðri hagsmunum fjármálakerfis. Það kjarnin í þessu máli og eins og ég hef sagt þegar búið að ýta burtu öllum hinum flóknu greiningum á málinu sjálfu þá stendur forsetinn eftir með það val hvort metur hann meira lýðræðislegan rétt fólksins eða hið fjármálalega regluverk og varðandi það sem þú nefndir með eftirlitsstofnunina og ákvörðun hennar að þá það grundvallar afstaða hjá mér að það geta engjur embættismenn sem starfa í einhverjum alþjóðlegum stofnunum haft meira mál að segja heldur lýðræðislegur vilji þjóðar. Lýðræðislegur vilji þjóðar það æðsta vald sem að við höfum komið okkur saman að eigi að ríkja og það getur enginn óttast það að fólk fái að ráða sínum málum með þessum hætti. Þess vegna ég talið Icesave-málið ekki fyrst og fremst fjármálalegt mál, heldur í grunninn lýðræðislegt mál. Einhver myndi spyrja, þurfum við stjórnmál, þurfum við sérfræðinga? Jú, að sjálfsögðu þurfum við sérfræðinga til þess að heyra hvernig þeir útskýra mál og svo framvegis, en lýðræðið snýst það að fólki ræður. Lýðræðið það stjórnarform, þar sem sá ómenntaði hefur jafn mikið vald eins og sérfræðingurinn. Ef við förum að trúa á það að sérfræðingarnir eigi að hafa vit fyrir fólkinu í landinu, þá erum við að mínum dómi farnir að feta okkur á braut burt frá lýðræðinu. Hvernig afleiðingar hafði þessi ákvörðun fyrir þig, persónulega? Jafn erfið ákvörðun, misturðu svefn, misturðu vini, misturðu ráðgjafa. Hvernig sambandi þínu háttað við, til dæmis Jóhann og Steingrím? Já, okkar sambandi í sjálfu sér ágætt, en við búin að þekkjast lengi og marga fjörurnar sopið. Við rifjum það nú upp í morgun á ríkisráðsfundinum að það rúm 20 ár síðan við sátum 3 sem ráðherrar í ríkisstjórn sem glímdi við mikla erfiðleika.
En það er auðvitað alveg rétt að þessi ákvörðun var erfið, sérstaklega fyrri ákvörðunin, vegna þess að það var nánast allt á móti manni í þeirri ákvörðun nema fólki í landinu. Það voru allir helstu hagsmunaraðilar í landinu, alls konar sérfræðingar, allar ríkisstjórnir Evrópu og náttúrulega ákvörðun ríkisstjórnar og Alþingis. Þannig að það var mjög erfið ákvörðun og ég óska ekki neinu manni að þurfa að vera í þeim sporum og þurfa að taka afstöðu. Seinni ákvörðunin var því leyti léttari, heldur en svo fyrir þó hún hafi vissulega verið erfið og tók mig þó nokkuð tíma að komast að niðurstöðu varðandi hana. En það var eins og í fyrra skiptið þegar ég var búinn að fletta öllu sem hægt var að fletta í eðli málsins að þá stóð eftir hinn lýðræðislega spurning. Hefur vonast til að kosningin hefði farið á annan veg? Já, ég tel að seinni samningur var náttúrulega allt annars eðlis. Það er ekki hægt að bera þá saman. Og það hefur verið fullkomlega eðlilega ákvörðun hjá meirihluta þjóðarinnar að samþykkja þann samning. Það er þitt mat? Já, ég tel að út frá eðli málsins til þess að bera það tvennt saman. Það er í raun og veru ekki hægt að ræða það í neinu samhengi að mínum dómi. Mér langar að spyrja það, ertu tilbúin? Nú hefur setið hér ríkisstjórn með afar erfiðar aðstæður þessi síðustu ár. Getur þú gefið henni einhvern? Viltu meta störfinar? Ég á nú erfitt með að gera það með það embætti sem En þú verður fræðimaður eitt aldartak. Já, ég held að það segja engum blöðum það að fletta. Að það hefur engin ríkisstjórn glímt við jafn erfið verkefni eins og þessi ríkisstjórn. Þó ég telji að vísu að ríkisstjórnirnar hér fyrir mörgum áratugum síðan sem glímdu við útfærslu landhelginnar og fengu breska flotann á móti sér hafi glímt við mikla erfiðleika þó þeir hafi verið allt annars eðlis. Og þegar við dæmum hvernig hefur tekist til að þá skulum við ekki heldur gleyma því að það hafa fleiri flokkar en þessir tveir komið að endurreisninni. Það var önnur ríkisstjórn sem satt hér á fyrstu mánuðunum og glímdi við erfiðar spurningar sem þurfti að svara, bæði neyðarlögin og margt annað. Svo að ef að menn vilja fagna þeim árangri sem ég tel að við tímalaust að gera, hvað sem líður afstöðu til einstakra flokkaða ríkisstjórna, þá hafa fleiri komið að þeirri endurreisn heldur en núverandi ríkisstjórn. Það hafa flokkar á Alþingi stutt margvísleg frumvörp og lög sem hafa verið sett og sem betur fyrr því ég líti yfir þessi 3 ár þá hefur ekki verið sá grundvallar ágreiningur í fjölmörgum málum hvaða leið ætti að fara sem maður hefði geta búist við fyrir 3 árum síðan og við erum sem betur fyrir sem þjóð mun betur á vegi stödd heldur en flestar aðrar þjóðir í Evrópu og jafnvel víðar í veröldinni. Við hér á Stöð 2 byggjum nú yfir þeim dularkrafti að geta leyft þér sem forseta að óska þér einhvers og óskin myndi rætast umsvifalaust. Hver yrði hún? Já, ég er nú eiginlega komin á þann aldur og komin svo mörg af barnabörnunum í kringum mig að ef þú ert að spyrja mig svona persónulegra spurningar þá held ég að svarið væri það að þeirra líf myndi blessast og þau gætu þegar þau líta tilbaka komin á okkar aldur verið jafn stolt af því að vera Íslendingur og eiga þetta fallega og góða land eins og ég hef verið alla tíð þrátt fyrir erfiðleikana. Ef við tvöföldum óskinn og færum hann yfir á þjóðina? Já, þá held ég að þjóðin eigi að gleðjast yfir því að þegar horft til framtíðar þá erum við ótrúlega rík af auðlindum. Við eigum menntaða og hæfileikaríka unga kynslóð sem í vísindum, listum og menningu er að vinna ótrúlega afrek. Og fyrir jafn litla þjóð eins og okkur, þá er það mikil gæfa að eiga svona marga kosti eins og við eigum í raun og veru. Og þegar þú lítur í kringu því í veröldinni, bara í Evrópu, þarfst ekki að fara í aðrar álfur til þess, að þá er það mikil gæfa að vera Íslendingur og vonandi förum við vel með þá gjöf sem bæði náttúran og landið og fyrri kynslóðir hafa gefið okkur. Sá sem situr Bessastaði, hann er nánast á hverjum degi myndur á það að þegar Bessastaðastofa var reist, þá átti þessi þjóð bara 1 skóla og hann var á Bessastöðum og Reykjavík var 300 manna fátækt þorp. Einn spurningu lokin, eigum við að vera fastheldin á auðlindir okkar og land og náttúru eða eigum við að selja herskíðahanda?
Við erum alls ekki að selja hassbjóðanda, þetta auðlindirnar eru það fjöregg sem við eigum og engin kynslóð hefur rétt til þess að fórna þeim fyrir stundarhagsmuni. Ólafur, hérna ætlum við að afhenda þér viðurkenningarskjal eða skjal sem segir hvað þetta snýst á gamlársdegi 2011. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir kjærlega. Og auk þess ætlum við að bera þetta á Bessastaði væntanlega. Verður flugveldaskotri á Bessastaði? Já, við skjótum alltaf hressilega flugveldum á Bessastaði. Já. Og njótum þess að horfa á flugveldadýrðina á öllu höfuðborgarsvæðinu. Bessastaðir eru einstakur staður til að njóta gamlárskvölds. Og það er náttúrulega gaman fyrir mig að geta fært Dorotheu blóm. Ekki bara frá ykkur, heldur líka frá mér. En við hérna, leið og við þökkum þið fyrir að vera hérna með okkur, þá langar við í lokin að biðja þau að beina einhverju til þessa fólks, forystufólks stjórnmálaflokkana sem hefur setið hérna með þér og okkur í dag. Að spyrja þau? Beina einhverjum orðu til þeirra? Þið eru nú fullfærum að spyrja þau en ég bara óskaði gleðilegs árs. Þakka fyrir samstarfið á liðnum árum og síðast ári og ég veit að við eigum það öll sameiginlegt að vilja þjóna þjóðinni vel. Takk fyrir það. Takk fyrir og gleðilegt ár. Sömuleiðis. Takk fyrir komuna. Gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Já, takk fyrir þetta. Og ég fá okkur kannski til að spá eða ráðleggjónum. Hvað á hún að tilkynna þjóðinni í nýjársárafla á morgun? Mér heyrist nú að sé búin að ákveða það. Mér heyrist kosningabaráttan er byrjuð. Við höfum hvað hann talaði tiltölulega vel ríkisstjórnina, stjórnarflokkana og laðið sér meira eftir því að nefna sérstaklega það flokka sem hefði staðið neyðarlögunum líka. Þá sýnist mér að vera raun að höfða til sem flestra. Eru þið sammála með þetta? Telið hann bjóða sig fram? Já, ég held það. Já, hann verður að ráða því sjálfur. Ég ætla ekki að ráðleggja honum neitt það. Nei. Hverju spáðu þið? Ég vil segja að því sem Sigmundur var að segja ekki ástæða til þess að hann tali vel til stjórnarflokkana. Ég held að það sé ástæða til þess. En finnst þér ástæða til þess að bjóða sig fram aftur? Það er voðalega erfitt að spá í það hvað Ólafur Ragnar gerir á hverjum tíma. Ég held að það sé mjög erfitt en... Eru þið ekki komið frambjóðanda? Ætli ég sleppi því ekki að spá því. Ég held ég gera það. Ég hef sömu viðhorf Margrét. Ég hvarflar ekki að mér að reyna að gefa honum ráð eða túlka hans orð eða hafa því skoðun yfirleitt. Það er hans mál. En þú hefur hann á samt, er það ekki? Jú, ég hef hana fyrir mig. Já. En hann hefur breytt til forsetaembættinu grundvallaratriðum. Til dæmis það ef það verða forsetakosningar, þurfa þá ekki flokkarnir að huga sínum frambjóðendum? Já, ég held að það sé alveg rétt að Ólafur Ragnar hefur breytt forsetaembættinu mjög mikið og svo ákvörðun sem hann tók í fjölmiðlamálinu var þetta fyrsta skrefið í því. Og ég hygg að þegar að því kemur að verður hér kosning milli manna til forseta, þá þurfa þeir frambjóðendur að sjálfsögðu að koma fram með þær hugmyndir það hvernig vilja sjá þetta embætti. Við hefum verið að tala hér menn og málefni og hvort að ríkisstjórnarbreytingar snúist menn eða málefni, eins og við ræddum hér uppi að þáttar. Þá held ég að þegar kemur að forseta embættinu þá sé mjög mikilvægt að þegar mann líti til þess hvernig það að þróast til lengri tíma, að það sé litið til þess hvernig mann sjá það fyrir sig gerast. Og hvaða hugmyndir þá þeir forsetaframbjóðendur hugsanlegir hefðu til þessa embættis og hvaða hugðir hefðu til þróunar þess. Ég held að það hljóta að vera lykilatriði þegar kemur að þessu máli. Sjáu þið það fyrir ykkur að flokkarnir fari að koma sér saman frambjóðendur? Nei, það finnst mér alls ekki eðlilegt að það sé gert ef að í það fer að það verða hér forsetakosningar. En mörguleiti get tekið undir málu að það þarf að vera skýrt hvernig forsetaembættið, þjóðin vill sjá forsetaembættið líta út og þá kemur auðvitað upp í huga mér þær stjórnarskrárbreytingar sem nú eru fyrir Alþingi og ég held að vera til dæmis mjög æskilegt, það er til dæmis tekið á þessu máli að það væri búið að ganga frá því máli af hálfu þingsins og jafnvel að það væri búið að sitja það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að það gæti skipt máli í þessu ferli ef það kemur til forsetakosninga. Ólafur Ragnar fór nú yfir það að með þessum tillögum sem nú er verið að ræða frá stjórnlagaráðinu þá fengi hann mjög aukin völd. Já, það er hans sko. Og það er ekki annað að heyra á honum en að hann myndi nýta sér þau eða fengi þau. Þannig að hann svolítið sérstakt að heyra Jóhannu vilja flýta þessu í gegn. Það verður þá orðið stefnubreiting hvað varðar afstöðuna til forsetans. En hann má eiga það að hann er búinn að standa sig vel í að kynna málstað Íslands út af við. Það verður ekki á honum tekið. Og í rauninni hefur hann neyðst til þess að stíga inn í það tómarum sem að stjórnvöld skildu eftir. Því auðvitað ætti það að vera hlutverk ríkisstjórnar og ráðherra að tala máli Íslands út af við og berjast fyrir íslenskum hagsmunum.
En það má segja að hann hefur neyðist til þess að fylla það skarð og hann hefur gert það mjög vel. Margrét, þið hafið talað... Má ég aðeins bara leiðrétta sko það að því að Sigmundur segir að forsetinn sé búinn að túlka með ákveðnum hætti niðurstöðu stjórnlagaráðs að það sé verið að auka völd forsetans. Ég hef nú hlustað á þeir sem settu fram þessa tillögur í ráðinu að þeir túlka þeim allt öðrum hætti þannig að þetta þarf að vera þá klárt að nefndin skoði þetta vel og Margrét í þessar nefnd. Jú, ég í nefndinni. Þið hafið talað mikið fyrir lýðræðisumbótum. Voru þetta kannski stærstu skrefin sem hafa verið stigin? Það eru þessar ákvarðanir Ólafs Ragnars að vísa málum í? Sko, mér finnst eiginlega mikilvægt að horfa á hvernig þessi forseti hefur breytt samfélaginu en embættinu. Mér finnst það skipta miklu meira máli. Hann hefur fært ákveðin völdi þjóðarinnar. Reyndur að gera það þrisvar en tvisvar hefur þjóðin tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu mikilvægt mál. Fyrra skipti var nú þannig að úrslitin voru ljós fyrirfram og menn bara svona mættu á kjörstað og stimpluðu sig inn. En í seinna skipti var málið mjög flókið og eins og hann fór yfir áðan að þá hefði, ég reyndar var alltaf vissum að niðurstaðan yrði nei. En hún hefði alveg geta verið já. Þetta var svoleiðis miklu betri samningur og miklu ásættanlegri. En þar tók þjóðin og ég var svo stolt af þjóðinni, hún tók þetta verkefni mjög alvarlega. Hún fór yfir málið, fólk setti sig inn í þetta flókna mál og hún stóðst algjörlega þær kröfur. Og mér finnst það sýna að við erum tilbúin í að taka lýðræðið bara skrefinu lengra og hætta að stóla á einhverjar ákveðnar persónur og færa í raun og veru völdin í auknum mæli til fólksins. Steingrímur, hans stærsta ákvörðun sneri að Icesave-deilunni. Hún ennþá óleyst og málaferlið framundan. Er ástæða þess að hafa verulegar áhyggjur af þeirri stöðu og þróun þeirra mála? Já, málin ekki lokið, það alveg ljóst og ég held að þar með því ekki lokið ákveðin óvissa tengd endanlegri niðurstöðu þess, hvernig það gengur. Við vonum hið besta og gerum allt sem við getum til þess að ná þarna sagstæðri niðurstöðu hægt en það ekki hægt að horfa fram því að þar með ákveðin óvissa upp í málinu en því hefði verið lokið ella á grundvelli samninga sem meðal annars fórlýsi friðarskyldu milli aðila og menn féllu fá öllum kröfum og svo framvegis. En hún að tefja eða trufla endurreisnuna? Ég ætla helst ekki út í langar umræðum það ef ég má fara frekar í þetta á almennum nótum og ég byrjaði að segja ég og hef alltaf verið mjög hliðhollur beinu lýðræði og ég tel að við þurfum að taka skref í þeim efnum vonandi með stjórnarskráni eða jável áður með beinum ákvæðum það í lögum en hins vegar allt annað mál hvernig á að búa það og hvar á sá réttur að liggja að framkalla til dæmis þjóðaratkvæðagreiðslur mikilvæg mál á það að vera á grundvelli þess að tiltekin hluti kjósenda geti krafist þess á skilgreindur minni hluti alþingis að geta sett mál í þjóðaratkvæði eða viljum áfram búa við þetta að einn maður hafi það vald sem sagt forsetinn. Það sem ég tel að sé vandinn hjá okkur og það höfum við lengi vitað að okkar gamla stjórnarskrá ekki skýr. Hún kveður ekki skýrt á til dæmis hlutverk og stöðu forsetaembættisins. Það allt í góðu lagi meðan engin deila það hvernig með það farið. Og meðan í því sitja menn eins og lengi gerðu sem ekki beittu synjunarvaldinu og litu á sig sem sameiningartákn sem hér var nú gagnrýnt sem hugtak. Ef hins vegar við ekki náum í gegnum nýja stjórnarskrá að skýra þetta bara algjörlega hvaða nákvæmlega stöðu og hlutverk hefur forsetaembættið í okkar stjórnskipun versus alþingi, þjóðin sjálf í gegnum það að geta sjálf framkallað beina kosningar og svo framvegis, þá tek ég undir með Ólöfu Nordal að það þetta algjörlega nauðsynlegt að forseta frambjóðendurnir geri algjörlega grein fyrir því hvernig þeir hyggjast fara með vald sitt eða embætti. Og með því ég ekki að biðja pólitíska forseta. Ég þingræðissinni og ætla mér að vera það áfram og ég ekki talsmaður þess að flokkarnir fara að bjóða fram pólitísk forsetaefni. Ég tel betra fyrir þjóðina og farsælla að við reynum að sameinast óumdeilda einstaklinga sem að sjálfir gera þá skýrt grein fyrir því hvernig þeir sjá sig í embætti forsetans
og standa við það. Varðandi stjórnarskrárbreytingar, nú liggja fyrir tillögu frá stjórnarlagaráði. Bjarni Benediktsson bendir á það í áramótagrein að það hefði engin þingmaður gert þær tillögur að sínum. Hvað gerist núna? Ætlar þingið algjörlega að skoða þetta frá eigin grunni eða ætlar menn að leggja þetta fram svona meira og minna lít breytt? Já, við erum nú með þetta til umfjöllunar í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þar sem við erum að fara yfir þetta mál og við erum svo sem bara á frumstigum í því. Við höfum lagt áherslu á það að breytingar í stjórnarskránni þurfu auðvitað að taka ákveðin tíma. Það þarf að fara rækilega yfir það hverjum menn ætla að ná fram og það hefur okkar skoðun að það sé ekki nauðsynlegt að fara að breyta stjórnarskránni eða umbylta henni eins og margir hafa talað fyrir, heldur þurfu þá að fókusera þá þætti stjórnarskrárinnar sem að menn telja hafi þurft að breyta. Steingrímur nefnir hérna til dæmis stöðu forstöðumanns, við getum tekið líka þrígreiningun og afmarkaða þætti og það var okkar vilja að breytingar stjórnarskránni yrðu unnar með þeim hætti en ekki með svona, já bæði er þetta náttúrulega mjög hratt hvernig þetta er gert en ég vil samt segja það að þessar tillögur sem komið frá stjórnlagaráðinu getur þetta ekkert verið annað heldur en skref á þeirri leið að breyta stjórnarskránni. Og það kom auðvitað í ljós núna á þingsetningunni að til dæmis forseti Íslands hefur mjög miklar og aðra skoðanir á því heldur margir aðri hvað stendur í þessum drögum og það menn hafa mismunandi skoðanir á því hvað þetta þýðir og það er ekki hægt að hafa stjórnlög með þeim hætti að það sé, við erum bara vafa á því strax í upphafinu hvað einstaka ákvæði merkja og þingi verður auðvitað að taka þann tíma sem þarf til þess að skila verkinu af sér þannig að hægt sé að vinna eftir slíkri stjórnarskrá. Nú gerðu þið mikinn ágreining við ríkisstjórnina stjórnlagaráðið. Verður þetta mál leyst í þokkalegri sátt eða ætla menn hér í átökum stjórnarskrárbreytingar? Ég held að miðað við það hvernig þetta mál hefur verið unnið, hvernig hefur verið komið að því og það er stjórnlagaráði sem hefur sest yfir þetta fjölmennur hópur. Ég má nú ekki opna munnin þess að þú þurfur ekki að vera agnúast út í það sem ég segja. Lóð mér nú að þess að klára það sem ég segja. Má ég bara koma með skýringur sem kom fram frá Margréti að sagan Lása Jarðálf sem Láka Jarðálf sem ákveður að vakna sem að mótna og vera í vondu skapi allan daginn eða óþægur allan daginn. Ég er í óvinni góðu skapi. Sigmundur vaknaði morgun ákveður allan daginn. Jóhanna hefur orðið. Sko, eftir hvernig þetta hefur verið unnið og þetta er lýðræðislegt ferli sem að fóra á stað, mjög sögulegt ferli og ég tel að þingið eigi að gera sem minnstar breytingar á því sem þarna er komið fram. Ef það er einhverjum hnökrar á þessu þá þarf við þetta að lagfæra þær og ég tel að ferlið ætti að vera þannig að nefndin ætti að fara vel yfir þetta, kalla eftir umsögnum eins og hún hefur gert, fara yfir þetta og gera sínar athugasemdir, síðan ætti stjórnlagaráðið aftur að fara yfir þær breytingar sem þar eru gerðar og þegar málið er komið í þann búning þá finnst mér að ég að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan ætti það að koma inn í þingið í haust og við eigum, mér finnst okkur bera skylda til þess að leggja það vinnu sem þarf við það að þjóðin fái hér loksins nýja stjórnarskrá. Þingið hefur verið ófært áratugum saman að klára þetta mál og nú eigum við að setjast yfir það að þetta mál verði klárað þannig að það verði klárað fyrir næstu kosningar. Ég held að við skuldum þjóðinni það að færa henni nýja stjórnarskrá. Ég vil bara taka heilshugar undir þetta og mér finnst þetta ferli, mér finnst það skipta svo miklu máli að sko ef það verða gerðar einhverja breytingar að sé borið aftur fyrir stjórnlagaráðið sem vann svona vel og ég opna á gegnsæju ferli og mér finnst lykilatriði að þetta sé borið undir þjóðina. Já, má ég segja nokkur orðum stjórnarskrána að því mátti ekki grípa fram í áðan til að benda á augljósa. Þetta var reynda sniðugt hjá Jóhönnu að reyna í þeirri aðstöðu sem ríkisstjórnin er að höfða sérstaklega til hreyfingarinnar með því að tala það stjórnarskrármál sem að sumir virðast telja að sé eitthvað sem hafi komið af himnum ofan. En auðvitað er þetta eitthvað sem að þarf að vinna áfram í og gera breytingar á. Og það hafa mjög margir fræðimenn bent á það og margir sem að sátt í þessu ráði meira þess að bent á það að þetta sé nú fyrst og fremst umræðu grundvöllur. Þetta mun taka ýmsum breytingum á næstu misserum, en ég verð líka að fá að segja Viltu ekki klára þetta fyrir næstu kosningar? Jú, það er hægt að klára þetta fyrir næstu kosningar, augljóslega, en það er búið að gera margoft hins vegar breytingar á stjórnarskrá áður, það gleymist alltaf. Það er alltaf látið eins og stjórnarskrána hefur ekkert verið breytt frá 1874. En ég verð eiginlega líka að fá að svara í örfáum orðum spurninguðin Icesave, vegna þess að nú fer þetta mál fyrir EFTA-dómstólinn
En það var alls konar misskilningur í gangi með þetta mál. Ég held að það sé búið að flytja því 13.000 fréttir. En það virðist ekki duga til þess að grundvallaratriðin komist á hreint. Núna til dæmis þetta að fara fyrir þennan EFTA-dómstól, ekki vegna þess að Bretar og Hollendingar sé að kæra okkur, heldur vegna þess að EFTA-dómstóllinn að taka þetta fyrir út frá EES-samningnum. Eins og það liggur fyrir að Bretar og Hollendingar hafa hagnast alveg stórkostlega, gríðarlega á neyðarlögunum og þeirri aðferð sem var farin í stað þess að gera gamla samningin sem hefði eins og að kostað Íslendinga gífurlegar upphæðir. Við værum nú þegar búin að borga á annað 100 milljarða í vexti í erlendri mynt. Sem að þetta er bara mjög einfalt reiknistæmi ef að þú læsir samningin sem þú skrifaðir undir, og kannski fengi Jóhannu til að lesa hann líka. En það liggur algjörlega fyrir að á annað 100 milljarða króna væri þegar fallið á Ísland, ég að tala fyrir samningin, í vöxtum í erlendri mynt sem þýddi tvöfalt meiri niðurskurður á fjárlögum sem sýnir okkur það að við værum í allt annari og verri stöðu en nú er. Það var ekki bara búið að loka einum spítala og skera niður í heilbrigðiskerfinu öllu, heldur hefði þurft eitthvað miklu meira til og meira en við höfum þolað og lánshæfismat ríkisins og allir þessir mælikvarðar hefði ekki verið að þróast í rétt átt eins og hafa gert, heldur í öfuga átt. Svoleiðis að þetta skipti algjörlega sköpum og niðurstaða þessa dómstóls EFTA-dómstóls ekki áhyggjuefni vegna þess að hann getur ekki dæmt okkur til að greiða eina einustu krónu í skaðabætur. Það þyrfti alltaf að sækja það á Íslandi. Það liggur nú við að ég verði aðeins að fá að svara þessu þegar maður veður svona áfram. Það er alveg rétt að fyrri samningur, hann var óhagstæðri hvað varðaði vaxtakjör en hann var á allt öðrum grunni. Vegna þess að þegar hann gerður þá Íslandi í mjög erfiðri stöðu, við höfum afar takmarkaðan gjaldeyrisforða, öll okkar mál föst, þannig að það voru aðrar og lakari aðstæður fyrir Ísland að ná samningsniðurstöðu. Þess vegna var valin sú leið að semja uppgjör á þessu máli til langs tíma og skjóta þeim greiðslum inn í framtíðina. Það hefði engin vaxtakostnaður, býtu Sigmundur, leyfðu einhver tíman einhverjum öðrum með sjálfum þeirra að mala hérna. Nei, ég hef nú ekki gert mikið af því. Þarna lægi sem sagt ákveðin framtíðar skuldbinding vissulega á grundvelli gamla samningsins sem myndi koma til uppgjörs á árunum eftir 2016 en núvirt væri hún... Þú verður hættur í stjórnmálum. Býtu Sigmundur. Núvirt væri hún engin óskapleg fjárhæð. Freistar mín alltaf svo mikið. Það sem stóra álitamálið hins vegar það. Hvaða áhrif hefði það haft til góðs á Ísland og efnahagsbatan hér ef við höfum klárað máli strax vorið 2009. Já, hvaða áhrif hefði það? Ég vil svo bara segja öðru lagi að það er líka rétt að seinni samningurinn var náttúrulega hagstæðri hvað varðaði í vaxtakjör, en þá átti að fara að græða vextina jafnóðum, en við vorum komin í aðstöðu til þess að geta gert það þá, þegar hann var gerður. Og ég minni nú líka á að meir en 2/3 Alþingis samþykktu þann samning. Þannig ég átti von á að heyra forseta lýðveldisins segja að það hefði verið miklu stærri og erfiðari ákvörðun að synja samt staðfestingarlögum sem meir en 2/3 hlutar Alþingis í þingræðisríki höfðu staðfest. Og enn ekki Norður-Kórea, þó var ráðherrann ekki hafið spáð því. Þó þið séð að færa okkur öðru máli. Þingmaður hreyfingarinnar og Birgitta Jónsdóttir, hún spyr í áramótagrein hvar er hrunið. Eitt af þessum uppgjörsmálum hefur endað með ákæru gegn Geir H. Haarde fyrir landsdómi. Og nú er komin tillaga frá sjálfstæðismönnum og þetta kom reyndar inn í umræður ykkar við leiðtoga stjórnmála forystuflokka ríkisstjórnarinnar. Þið eruð óhress með hvernig forseti Alþingis hélt að því máli. Jóhanna, ætlar þú að styðja tillögu að hætt verði við ákæru á Geir? Og ég held að það hef ekki verið heppilegt að færa þetta mál aftur inn í sali Alþingis. Það var búið að afgreiða þetta þar. Þetta var komið í ákveðin dómsferil, þannig ég tel að það hafi verið afar óheppilegt að gera það með þeim hætti eins og sjálfstæðismenn gerðu. Er það krafa ykkar að forseti þingsins víki út af þessu máli? Sko, ef það á að hreyfa við þessu máli aftur, þá vil ég að það sé farið í mál allra 4 ráðherranna. Ég held að það sé krafan hjá okkur. Það er þannig að það er nú grundvallar regla hér í sakamálaréttarfari að það er ákæruvaldi sem ákveði það, hvort þau halda áfram með mál. Það geta komið upp álitaefni eftir að mál hafa verið höfðuð sem er þess eðlis ákæruvaldi ákveður að hætta við málsókn. Og það er nú þannig í landsdómsmálinu að það er Alþingi sem er ákærandinn. Það er Alþingi sem fer með ákæruvaldið og það er fullkomlega eðlilegt að hálfu Alþingis ef það telur það sé breyttar aðstæður í þessu máli að falla frá ákærunni. Og þetta, þegar mér skipta miklu máli með að gera sig grein fyrir þessi eðli Alþingis þegar kemur að þessum ákærum. Og það eru þeim grunnir sem við lögum fram þetta mál, Bjarni Beinsson er flutningsmaður þessa máls,
Og ég held að það sé mjög brýnt fyrir Alþingi að þetta mál sé tekið á dagskrá. Ég þess fullviss að það sé meirihluti fyrir því að hætta við þessar ákærur. Málið hefur farið í allt aðra átt heldur en að þessi þingmannanefnd stefndi að hér í upphafi. Mér finnst þetta að vera svartur blettur á Alþingi. Það farið svona framgagnvart einum ráðherra og ég held þess vegna að þessi eðlilegt að Alþingi endurskoði þessa ákvörðun hið fyrsta. Og þingi fær tækifæri til þess? Já, við tökum þetta þá náttúrulega fyrir, en ég vil bara segja á því sem Ólöf segir að það eru vissulega umdeilt mál og stjórnskipunarfræðingar greinir á það hvernig beri að líta á stöðumálsins núna, samanber bæði Ólaf Jóhannesson og Gunnar G. Schram, að máli sé í reynd úr höndum Alþingis eftir að það hefur valið ákærandan og falið honum það verk. Lögum hefur verið breytt. Já, ég hef líka farið yfir það, veit það, en ef að málið bæri þá að úr þeirri áttinni að sá sem hefði tekið að sér að fara með ákæruvaldið í gegnum þá nefnd sem með honum starfar frá Alþingi kæmi skilaboðum þá leiðina til Alþingis, þá teldi ég að málið öðru sér vaxið. Það er algjörlega nýtt og sjálfstætt mál í þessu, óháð því hvaða afstöðu menn tóku í atkvæðagreiðslunum á sínum tíma ákærur á ráðherrana 4. Hvort að núna á aftur kalla málið. Svo auðvitað vil ég segja það í samræmi við það hvernig ég greiddi þar atkvæði að mér fannst það ekki góð niðurstaða að aðeins einn sætti ákæru. Ég fylgdi tillögum nefndarinnar eða meirihluta nefndarinnar eins og við gerðum öll í okkar þingflokki og lögðum til, greiddum þannig atkvæði og vorum sjálfum okkur samkvæm út í gegn úr því að það var niðurstaða þeirra nefndar á grunni rannsóknarskýrslunar sem Alþingi skipaði að leggja til ákæru á 3 eða 4 ráðherra. Við ætlum að gera stutt á umræðinni og fara yfir í auglýsingar. Komið sæl aftur. Við ætlum aðeins að víkja að fremtíðinu og eitt af þeim viðfangsefnum sem blanda við gjaldmiðillinn okkar, krónan, framtíð hennar og Alþýðusamband Íslands var til dæmis með ráðstefnu hér í desember þar sem komið fram sláandi tölur hvað hún dýr fyrir heimilin. Þeim reiknaðist til að íslenskar fjölskyldur meðal íslenskt heimili þyrftu að eyða 18% meira af sínum tekjum bara í aukna greiðslubyrði vegna þess að við þurfum að bera hærri vexti en fjölskyldur í Evrópu. Getum við búið við krónuna áfram? Já, ég held það nú. Ég held að það sé erfitt að taka út einn mælikvarða þegar litið til gjaldmiðils eins og þarna gert og ég held að það skipti máli fyrir hagkerfi að hafa ráð yfir sínu eigin gjaldmiðli. Að geta stýrt sinni peningastefnu með gjaldmiðlina. Þó að kosti svona... Það er nú engin gjaldmiðli í veröldinni sem fullkominn. Við skulum bara lítið til það sem að gerast núna í löndunum við kringum okkur. Gríðarlegir erfiðleikar sækja að evruríkjunum og auðvitað vonumst við til þess að þau ríki munu ná sér út úr þeim vanda. Þá hljótum við að lítið til þess hér á Íslandi þegar við tökum okkar afstöðu hvað betur fyrir okkur til langs tíma. Og við erum hér með sveiflugjart hagkerfi. Við stólum á sjávarútveg og þar sem miklar sveiflur eru og í gegnum tíðina þá það nú svo að krónan hefur reynst okkur ágætlega og hún reynist okkur nú aldeilis ágætlega núna þessi misserinn og ég held að það sé hyggilegt fyrir okkur að koma okkur nú út úr þessum erfiðleikum sem stæðja okkur áður við ferum að taka einhverja stórkostlegar ákvarðanir í gjaldmiðilsmálum eins og mér finnst nú hluti ríkisstjórnar að vera mjög áfram að gera. Já, það kom fram í fréttum okkar í gærkvöldi að Árni Páll Árnason hefði verið í viðræðum við Evrópusambandið einhvers konar flýtu upptöku á evrunni. Verður því haldið áfram núna þegar Steingrímur tekur yfir hans verkefni? Já, ætlar þú að stöðla því? Ég veist auðvitað alveg hverju menn höfðu velt fyrir sér í þeim efnum, hvort Ísland gæti farið eitthvað hraðari leið gegnum aðlögunarferlið að upptöku evru eftir aðild. Það jú þekkt að tekur einhver upp evruna fyrir hann orðin aðila að Evrópusambandinu. Mörg lönd hafa síðan verið í margra ára ferli eftir það og þar geta þau stjórnað tímanum svolítið sjálf. Hvenær þau þá uppfylla skilyrðin og gangi í gegnum reynslu tíman til að sýna að þau hafi náð þannig tökum á sínum efnahagsmálum að þau uppfylli Maastricht-skilyrðin fyrir upptöku. En þetta væri þá spurningu hvort menn vildu skoða möguleika og slíku þar að segja að því tilskylda við værum orðnir aðilar. Annars vil ég segja gjaldmiðlamáluna og krónun okkar blessaða. Sko mér finnst hvað sem öllum útreikningum Alþýðusambandsins er annar líður þá þýðir ekki og það má ekki dæma krónuna sem sjálfstæðan gjaldmiðil út frá mistökum fortíðarinnar í hagstjórn. Vandinn við krónuna auðvitað gegnum tíðina er sá að okkur hafi verið allt of mislægar hendur við að tryggja hér agaða og trausta hagstjórn, stöðuleika bæði í verðlagsmálum og gjaldeyrismálum.
Takist okkur það, og þar erum við á réttri leið, þá ekkert sem segir að við getum ekki búið hér við okkar eigin gjaldmiðil, en það er auðvitað krefjandi verkefni. Svo það auðvitað þannig að þessi gjaldmiðlamál heimsins, eins og Ólafur nefnir, meir og minna eru öll á hverfanda hveli, og það eru miklar umræður það hvernig þetta muni þróast á næstu 5-10 árum. Jafnvel að það komi ný heimsmynt, heimsviðskiptamynt eða hvað það nú gæti orðið. Þannig ég held við gerum nú réttast í því að andarólega gera eins vel og við getum í því að leggja grunna stöðuleika, og þá minna vandamál að búa við krónu, hvað sem öðru líka. Jóhanna, leggur þú það Steingrími að hraða upptöku evrunar? Já, ég geri það bara. En ég ætla nú að segja, það sem þú varst að lýsa hér áðan, sem var einmitt mjög athyglisvert og margir tóku eftir þessir útreikningar Alþýðusambandsins. Sýndu hvað væri hægt að ná fram bara hér í breytingum ef við gerðust með aðilega Evrópusambandinu taki hér upp evru, og hvað þetta þýddi fyrir okkur að búa við krónuna. Og það einmitt ástæðan fyrir því að Samfylkingin hefur verið að leggja þessa gífurlega áherslu á þetta aðildarferli. Auðvitað töluverður tími í það að það sé hægt að taka hér upp evruna. En ég alveg sannfærð það að það framtíðin, það eitt af því sem við þurfum að horfa á til framtíðar, það gjaldmiðill, og það mín hjartans sannfæring að það sé rétt að taka hér upp evruna. Það okkar mestu viðskipti í gegnum þann gjaldmiðil, og þó að hafi verið erfiðleika núna stund í ESB-löndunum, þá voru það tímabundnir erfiðleikar að mínu mati, voru tilkomni til dæmis bara vegna þess að sum af þessum ríkjum hafa ekki séð fótur sínu forræða því að varða skuldir þjóðanna. Og ég held að þeir sé að vinna sig út úr þessum vanda, og þegar við komum og stöndum frammi fyrir því að greiða atkvæði Evrópuaðild, ég tala ekki upptöku evrunar, þá verður allir þessir erfiðleikar sem við erum með núna og verið að leysa, sem ég tel að hafi verið gert með sæmilega farsælum hætti, að þá stöndum við alveg frammi fyrir þeim breytingum sem þá verða, því það verða breytingar. Það verður örugglega þannig að það verður meira eftirlit með til dæmis skuldamálum þessara þjóða, og ég tel það ekkert slæmt. Þá fara menn strax út í það, erum við að afsala okkur einhverju sjálfstjórn eða forræði í okkar peningamálum. Það verður til dæmis mikið fyrir okkur skiptið að máli. Ef það væri komnar reglur að því að varða fjármálin og svo framvegis, en við getum treyst í að væri þá sæmilegt eftirlit með öðru þjóðum innan ESB og þá okkur líka. Ég ætla bara aðeins að fá að ljúka þessu, að ég sannfærð að þetta rétta leiðin að taka þetta upp, og við þurfum auðvitað að vinna að stöðuleika til þess að gera það. Við erum ekki búin að uppfylla öll þessi Maastricht-skilyrði sem við þurfum að fara í gegnum, en þetta mín bjargfasta sannfæring, og ég held að atvinnulífið, margir í atvinnulífinu og eins og við höfum sagt hjá ASÍ að kalla eftir þessum breytingum. Ég hjó eftir því að þið í hreyfingunni viljið hjálpa ríkisstjórninni að halda áfram aðildarviðræðum. Við höfum viljað halda þessu ferli áfram, og bara, það auðvitað mikil óvissa í Evrópusambandinu, en eigum við að, þegar þú ert í viðræðum við annað ríki samstarf eða ríkjabandalag, að þá verður það að vera bara eins og hjónaband með kostum og göllum og þú veist, í gegnum lífsins ólgu sjó. Nú við sóttum á hnjánum, nú Evrópusambandi komið niður á annan hnéð, ætlum við þá hlaupi burt og segja nei, þið geta átt ykkur. Þú veist, annarkvort viljum við vera í samstarfi við Evrópuríkin eða ekki, og mér finnst að við eigum að klára þetta, en mér finnst við eigum ekki að loka neinum öðrum dyrum, og ég myndi vilja skoða mjög rækilega hvað við getum gert í okkar gjaldmiðilsmálum, því að mér finnst krónan ekki boðleg. Og ég var nú með fyrirspurn í þinginu hvenær við myndum uppfylla öll þessi Maastricht-skilyrði, og ég hugsa að þið verði hert, þannig að það kannski ennþá lengri í það. Og það ykkur 10 ár, og íslenska krónan eins og hún núna í höftum og í ólgusjó, hún ekki boðleg næstu 10 árin. Við þurfum að skoða fleiri kosti. Hvað finnst Framsóknarmenn? Það kemur náttúrulega ekki óvart að ASÍ undir núverandi forystu skuli komast að þeirri niðurstöðu að krónan hafi verið dýr. En hún boðleg? Já, svo fáum við erlenda sérfræðinga í röðum jafnvel á ráðstefnu sem að Seðlabankinn og AG standa fyrir sem að segja að krónan hafi bara bjargað efnahagslegu lífi okkar. En hún dýr, það alveg rétt. Og akkur er hún dýr? Það út af verðtryggingunni. Og verðtryggingin hefur þýtt það að
endalausar skattahækkanir. Hvað það? Hvað viljið gera í peningamálum? Það útskýra af hverju krónan þetta vandamál sem hún búin að vera. Það vegna þess að öllu sem veltur út í verðlagið, eins og þessu hátt í 100 skattabreitingum Steingríms og ríkisstjórnarinnar, leiða til hækkunar á lánum heimilanna. Þetta spurning verðtryggingun en ekki gjaldmiðlun. Að öðru leyti í sammála Steingríms það að það var lítið til hagstjórnarinnar en ekki hvað gjaldmiðlinn heitir. Og hvernig á evran að vera lausn á þessu núna, þó að ég sé algjörlega tilbúin að skoða þann kost eins og aðra kosti í gjaldmiðilsmálum. En hvernig dettur mönnum í huga haldið því fram að evran sé lausn á vandanum núna, bara að þið kveikja á eins og einni erlendri sjónvarpsstöð að lesa eitt erlend dagblað og kynna sér út af hvað þessi krísa raunverulega gengur, sem kölluð evrukrísan, að því hún gengur út á afleiðingarnar af því að vera með eina mynt í öllum þessum ólíku ríkjum. En er það ekki leið til þess að losna við verðtrygginguna? Einmitt aðildina, eina leiðunum og góð leið til þess að losna við verðtrygginguna að gerast aðild að Evrópusambandinu. Þú getur losnað við hana á þess að gerast aðild að Evrópusambandinu. Krónan fættist þú ekki með verðtryggingu? Nei, einmitt. Þetta er til þess að lækka hér vexti og ein leið eins og við segjum til þess að afnema verðtryggingu. Nei, nú reyndar það komið í ljós að einn gjaldmiðill tryggir alls ekki sem vexti. Ef þetta hefur sýnt okkur er ekki lærdómurinn af þessum vandræðum öllum núna út í Evrópu að það er ekki til nein örugg höfn. Þú verður að stjórna þínum málum ábyrgt, máttu ekki eyðum efni fram og það er nákvæmlega eins sagt að setja sig á hausinn í evrum eins og krón. Það eru við saman. Já, heyrðu, Edda, hefur þú ekki eitthvað efni til að bjóða okkur upp á? Við ætlum að koma aftur svo eftir. Alltaf með eitthvað efni að bjóða ykkur upp á. Við ætlum reynda bara að venda okkar kvæði kross því meðfram hefðbundnum fréttaflutningi. Þá leggjum við á Fréttastofu Stöðvar 2 alltaf töluvert upp úr því að fá áhorfendur okkar til að brosa. Og gamla árinu gafst blessunarlega oft tilefni til þess. Við vorum til dæmis minnt á hver ætti íslenska smjörið, hver gegndi embætti sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra. Já, við skulum rifja upp nokkur svona lauflétt augnablik úr fréttatímum Stöðvar 2. Ég sjávarútvegsráðherra eins og þú sérð. Heyrðu það! Þetta er bara grín, bara bull. Það er nóg smjör til á Íslandi, en það er okkar smjör. Nú þekki ég ekki þennan Kínverja og maður tala hann eins og hann sé einhver eini Kínverjan. Ég held að þessi allt margir Kínverjarnir til. Bara til að standa undir daglegum rekstri og Og eitt er allavega alveg ljóst, þessi kísi kann að mjálma. Ég ætla bara rétt að vona að þetta verði ekki hægt á morgun. Sátt við þá niðurstöðu sem kemur úr ríkisstjórn? Það verður bara að koma í ljós, þeir náttúrulega. En það er enn tvísýnt hvort þið ná að ljúka þessu í vor. Ég ætla að vona, frú forseti, við þurfum ekki að standa hér, endurtaka hér bjöllusólóið frá því sumari 2009. Fer háttvirtur þingmaður ekki út í búð? Það er okkar smjör. Ég er að ræða fundarstjórn forseta, frú forseti. Fréttastofa reyndi að ná tali af Jóni Bjarnasyni í dag en án árangurs. Þú ert ágætur, Eiríkur, þú ert svo helviti góður. Það er ótrúleg skömm að fundarstjórn forseta hér. Ágreiningur í ríkisstjórninni ráðuneytið. Hvað er bílinn? Þú verður að finna bílinn. Hvað er bílinn? We love you, Justin Bieber. Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, varð ekki við ósk Fréttastofu viðtal í dag vegna málsins. Já, sko, málið er í vinnslu í ráðuneytinu. Þá verður það bara meiri hluti sem ræður. Það er nóg smjör til á Íslandi, en það er okkar smjör. It's our country we are thinking about and our interest. Ég held bara að landinu veit ekki á kraftum mínum. Heyrðu það! Komin aftur, við ætlum aðeins að fara á persónulegu nóturnar því að á svona tímamótu þegar eru áramót þá spyr fólk, já, hvernig var nú árið?
þú varst nú að klára síld, varst þú ekki megrun árinu, Sigmundur? Hvernig gekk hún? Hún gekk ágætlega framan af og lengst af. Ég held ég hef mist einhver 12-13 kíló frá því að ég var þyngstur, en svo komu nokkrar utanlandsferðir út af þessu Evrópusamstarfi. En það er slæmt að fara þangað eða hvað? Allt Evrópusambandinu að kenna það. Já, það er svo smart. En nei, þetta var nú svo sem ágætis fundur og fróðlegir. En ég borðaði svolítið mikið og svo smá hlé núna í desember. Ekki hlé á áhersluna á íslenska fæðið, en hlé á því að reyna að halda í sig með hvað maður borðar mikið. Svo ég er svona stað í stað í nokkrar vikur, en tek mig aftur á nýjárinu. Já, Margrét, þú ert alin upp í hjálparsveit. Jú, ég er eiginlega alin upp í Húsaskáta. Verið að selja flugelda þetta leyti eða hvað? Ég hef nú kannski ekki beint verið í sölunni, en ég er svona, pabbi minn starfaði og foreldrar mín mikið í hjálparsveit, alla mína barnsæsku og ég tók mikið þátt í þessu og lærði þar að maður bara vinda sér í verkin. Varst þú í svona leitum upp á fjöllum? Nei, ég hef sjálf ekki verið í hjálparsveit, en ég er svona bara alin upp í sameiginlegum ferðarlegum mikið til. Ólöf, ég á nú ekki verið að tala um manniðinn, en þú ert ekki að fara að flytja til Sviss eða hvað? Nei, hann var að fá aldeilis upphefð. Já, það var mjög skemmtilegt. Hann fekk mjög gott starf í Evrópu og hann er að flytja til Sviss á mánudaginn. Og verður þú þá í svona pendull á milli? Já, við höfum nú reyndar haft það þannig mjög lengi. Hann hefur hann starfað Reyðarfirði undanfarin ár og hann hefur verið mikið að fara að sveita hann Tómas í sínum störfum og við erum vön því. Við erum hér með börn í skóla og ég er hérna heima með börnin og hann kemur heim eins oft og hann getur og við munum sannlega hittast hér og þar í Evrópu. Og þetta mun engu breyta þína pólitísku stöðu eða? Nei, ég hef skyldum að gegna hér heima og ég mun sinna þeim. Já. Stingurinn, ég með það þegar við vorum með þetta borð í fyrra, þá vorum við að tala um eldgos og ég spurði þig nú í jarðfræðing og þú spáðu nú fyrir eldgos, þú sagðir hreinlega í fyrra að þú teldi nú að það geti eitthvað fleira gerst og nefndir vatni okkur, það aldrei rættist ætlar að spá aftur eldgosi. Helst ekki sko, því ég geti orðið sannspár, en við erum auðvitað inn á virkni tímabili og við verðum að búa okkur undir ýmislegt í þeim efnum og þetta lá fyrir eins og ég sagði í fyrra, bæði Vatnajökull náttúrulega búin að vera kvikur, Hekla. Katla gamla er auðvitað svona undirbúa sig, það er alveg ljóst og margar fleiri eldstöðvar eru tiltölulega svona virkar. En við skulum bara vona að það gangi vel og við erum nú komið talsverða reynslu í að glíma við slíka hluti og það má það kannski segja, við erum að tala um svona árið og gera það upp að ég held maður látið eftir sér að dást af þeim aðilum okkar, björgunarsveitunum og almannavarnar yfirvöldum, vegagerðinni og fjölmörgum fleirum sem að hitinn og þungin af því að glíma við þessa atburði hér undanfarin 2 ár hefur mætt á og hafa staðið sem er afbrigðum vel. Annars persónlega þá er ég kveði árið mjög sáttur. Ég hef ekki komist nóg út að hlaupa og ganga vesjuna. Þú komst ekki í gamlársdagshlaupið? Komst ekki í gamlárshlaupið núna en maður er bara ánægður meðan allir eru heilir heilsu í fjölskyldunni og við endurheimtum son okkar heim sem skipti nema frá Ekvador heilan á húfi og maður bara þakkar fyrir allt slíkt. Ég komst örlítið á heimaslóðirnar á norðausturhorninu og það er gaman að segja frá því, þó það sé persónlegt að þar var ung fjölskylda, frændi minn og hans kona og fjölskylda að flytja inn í nýtt íbúðarhús. Ég segði frá því í fréttum. Já, gott hjá þér. Á Bóndabæ í Sveit, þetta er bara virkilega gaman að svona hlutir eru að gerast og hafandi farið mikið líka kjördæmið, norðausturhornið og þá er býsna mikill uppgangur og góð stemming, næg atvinna og bara fólk býsna bjartsýnt á framtíðina víða við sjávarsíðun og í sveitunum á landsbyggðinni. Auðvitað eru frávik frá því, en í það heila tekið þá held ég að þar séu að fara betri tímar í hönd eins og vonandi fyrir okkur öll. Jóhanna, hvernig var árið hjá þér persónulega? Varstu kannski bara alltaf í vinnunni og lítið? Þetta er alveg hárrétt lýsing hjá þér. Vinna og aftur vinna. Og þegar maður er í svona starfi eins og ég er þá bara fylgir því að maður afsalir sér raunverulega bara prívatlífi og frítíma og öllu og það nú alls ekki orðið 2-3 ár sem ég hef komist í eitthvað frí sem að máli skiptir og auðvitað er það þannig að maður saknar kannski aðalega fjölskyldunar og barnabarnana sem að maður hefur getað gefið allt á lítinn tíma og það er ég nú að vona til dæmis þurfti ég að fara að fresta núna að taka á móti fjölskyldunni og barnabörnunum núna
yfir áramótin og bara út af þessum önnum sem hafa verið, bara komst ekki í þann undirbúning og ég er að vona að ég nái því að þannig að jólin eru öll úti. Svona lokum hérna, nú eru áramót, við erum búin að vera í kreppu í 3 ár. Er ekki botninu náð, er ekki virkilega ástæð til bjartsýni þrátt fyrir að við höfum kannski verið alltaf á svona dökkum nótum kannski hérna framan af. Er ekki allt frekar að uppleið hjá okkur? Er ekki bara ástæð til að hlakka til svona komandi tíma eða eitthvað? Við hefum alltaf að vera bjarsýn. Það er náttúrulega alveg skylt að vera það, en við veitum auðvitað ekkert hvenær botninn muni náði í sjálfu sér. Við gleðumst auðvitað þeim árangri sem hægt er að ná, en ég held að það skipta auðvitað öllu máli fyrir okkur Íslendinga að halda bjartsýninni við og ég lít nú alls ekki svo á að við hér, allavega ég, hafi mist hana og það held ég verði nú aldrei. Er kreppuna lokið? Nei, hann er ekki lokið og fullt af fólki áttur að finna fyrir því á þessu ári þegar að við búið að fyrir 110% leiðin og þar kannski fer ég enn aftur, það er búið með stjörnarsparnaðinn sinn og það verður að taka á svona skuldamálum fyrir líkur þessari kreppu ekki. Já, en það er ekki eitthvað að birta til hjá okkur? Það er að birtast til á ákveðnum sviðum og ég meina atvinnuleysi er að minnka og það stefnir margt hér til betri vegar en það hefur enn ekki verið tekið á skuldamálunum við. Það eru mjög margar ástæður til að vera bjartsýnn ef að rétt er áhaldið. Þetta veltur allt á því. Og þess vegna vona ég að umræðan á árinu 2012 snúist pólitíska stefnu. Því að vandamáli hefur verið það, Margrét var nú lýsa því að við ætlum alltaf að vinna betur saman og svo framvegis og það hefur náttúrulega verið reynt mjög mikið. En ég meina við gengum nú býsna langt í því, gerðum til þess að gefa þessu fólki séns í minnihlutastjórn og þau ættu að uppfylla nokkuð skilyrði sem að gekk svo ekkert eftir. En allavega, aðalatriðið það að umræðan stjórnmál snúist ólíka stefnu. Vegna sem er réttir í stefnu, þá er hægt að snúa dæminu alveg ótrúlega hratt við á Íslandi, gífurlegt tækifæri og svo er að bætast eitt við, alveg sérstaklega ánægilega fréttir sem að bárust núna undir lok ársins, að það eru verulega líkur á því að það séu umtalsverðar olíu- og gasauðlindir í lögsögu. Þér er væntanlegur olíumálaráðherra, er það ekki? Við sjáum til. Það er ekki vandamál að betta en ráðuneytið. En nú er ætlar að friða norðurslóðir og þar með Drekasvæðið, ætlar að gefa út vinnsluleyfi? Það er ekki bara í mínum höndum, það er búið að setja lög á það á Alþingi og það er í tilteknum farvegi það mál. Sko ég vil segja stöðuna núna. Tíminn enn og að vera. Bara segja örstutt. Auðvitað er glímunni við erfiðleikana ekki lokið. Það er rétt hjá Margréti. Það er enn við margt að fást verk að vinna. En batinn er hafinn. Hann er genginn í kjarð og hann er býsna kraftmikill þetta árið og það er mjög ánægilegt. Okkur er tvímælalaust að miða áfram og þróunin er í rétta átt á flestum grundvallarsviðum en það sem þó er öllu öðru mikilvægara og það er ég til dæmis sammála forsetanum sem ég er nú ekki endilega á hverjum degi að framtíðarmöguleikar Íslands eru svo sterkir. Við erum svo rík af svo mörgu sem aðra skortir að framtíðin blasir hér við okkur björt og fögur en við þurfum auðvitað að vinna okkur inn í hana, klára verkið, að komast út úr kreppunni. Við erum komin mjög langt á leið og nú er bara að loka spretturinn eftir. Er kreppinu lokið? Sko mér fannst aðalhagfræðingur Seðlabankans lýsa þessu kannski hvað best þegar hann sagði að það væri hér kröftugur hagvöxtur hafinn. Já, nú grín. Og það er Þín áramótagrein var nú nákvæmlega eins og engin árangur hefði náðst í efnahagsmálum á heilu ári. Þetta er auðvitað rangt. En ég verð bara að segja að þegar við erum að tala kröftugan hagvöxt og erum að tala hér 4% hagvöxt með meðaltal hjá Evrópuþjóðunum 2%, við erum að ná hér upp kaupmætti verulega og ná niður atvinnuleysi, þá er það ekkert annað en bölmóði hjá stjórnarandstöðunni að vera að segja að hér sé engin árangur eða tala eins og ekkert hér hefði skeð á síðan ára. Heyrðu, við ætlum að fara að ljúka þessu. Það eru gleraugu og svona knallettur og svoleiðis. Við skulum fara að setja þetta upp því að Edda, hún ætlar að skjóta upp árinu með okkur og við skulum, er ekki bara ástætt þess að fagna því? Einmitt, þetta var Kryddsíld ársins 2011. En áður en við kveðjum ætlum við að minna ykkur á að 10 stærstu innlendu og erlendu fréttirnar að mati fréttastofu Stöðvar 2 sem við sýndum ykkur hérna áðan í Kryddsíld en nú að finna á vísi.is sem er alltaf á vaktinni. Þar eru líka svona skemmtilegustu augnablikin úr fréttatímum okkar. Kryddsíldin í heild sinni verður það svo seinna í dag. Annars þökkum við ykkur góða samveru á gamla árinu, óskum ykkur farsaldar á nýju sem verður okkur nú vonandi gott. Gangi hægt gleðinættir, hittumst heil, verið sæl. Ekkert væl